Við erum live. Við erum live, velkomin Guðlaugur Þór Þórðarsson. Fyrir þá sem að þekki ekki Guðlaug, sem ég held að sé nú ekki margir, Fáir. að hann var utanríkisráðherra í síðustu ríkisstjórn Sjálfstæðismanna við Vinstri grænum, ekki satt? Og ég ætla svo sem ekki að vera að fara djúpt yfir það. Við senkuðum þáttinum klukkutíma, það var smá miskilningur og við lífum það allir af. En við ætlum að hætta aðeins fyrr en venjulega vegna þess að það er fótboltaleikur eftir Norður-Brasilía, ég man eitt. Sjá Holland taka út brassana. Já, það verður áhugavert. Þetta Brasilíu er miklu sterkara lið, en ég er ekki búinn að afskrifa Noreg með svona kall. Þeir eru margir fleiri leikmenn. Það getur allt gerst eins og maður sé þessu móti. Algjörlega. En spurning hvernig við opnum þetta. Þú talaður strángaðileg kosningasvik, ekki verið svo löngu. Og það var þess að ummæli Kristrúnar Frostadóttur og svona. Hvað getur farið aðeins með okkur yfir það? Hvað áttu við? Það er náttúrulega mörg að taka. Eitt er náttúrulega bara efnahagsmáli. Þeir eru kosin út ákveðin. Það muna allir eftir sleggjunni eða auglýsingaböndum. Bara geggja, rosamhótt auglýsingar. Tók stórt upp í sig. Mætt loksins alvöru fólk til að slá niður vöxt og verðbólgu. Hvað eru búin að gera? Þau juku ríkisútgjöldum 140 milljarða. Núna var að koma árið 2025 sem þau bera ábyrgð á. Það var gert ráð fyrir 60 milljarða halla. Svo kemur í ljós að tekjurnar eru yfir 80 milljörðum meiri. En þeir settu 4 fjáraukalög og hallin er 126 milljarðar á þessu ári. En þetta átti að vera hallarus fjárlög, eða ekki? 2025 átti, það er síðustu fjárlögin í okkur. Já. Og við vannmátum mjög oft tekjurnar. Þær voru, hefði ekkert gerst, þá hefði verið 23 milljarðar afgangur. En þeir eru komin í 126 milljarða halla. Ég tengi svolítið við þetta, sko. Ég er svona yfirlýsingaglaður svona, og svo prjónar svolítið yfir mig, sko. Ég hef líka hálf vorkenni, sko. Ég hef líka oft verið eins og hún, sko, ég er góður drengur, en í slæmum félagskap, sko, og sem að Kristrún er augljóslega, sko. Mér finnst henni vera alveg pínu vorkun, sko. Þú ert með Ingu Sæland þarna hægra megin, þú ert, já, auðvitað, skilur við. En sjáðu líka annað, af því að við höfum fengið að heyra það oftar en við viljum heyra. Að forsætisráðherra er hagfræðingur og fjármálaráðherra er hagfræðingur. Akkurat. Það er alltaf verið að segja frá því. Heyrðu, það er til okkur sem heitir, þarna voru lagabálkur sem var sett á stað 2015. Og það er eitt opinber fjármál. Og þarna voru við það voru allir þingmenn sem samþykkta og allir sem við hefum þetta. Það búið undirbúið í 10 ár. Nú erum við að taka upp besta verklag sem við finnum á öðrum löndum. Það mun taka tíma fyrir okkur að vinna í þessu og svona ná alveg fullkomnum tökum á þessu. En sem alltaf aldrei fullkomið að skilju, þróa okkur. En svo allir verið að vinna eftir þessu. Hvað gerir þessi ríkisstjórn? Hvað er fyrsta sem hún gerir með opinberu fjármálum? Hún brýtur þau. Hún fer ekki eftir þeim. Og við getum farið í það eða viljið. En síðan er annar mál. Sýnist það að vera eitthvað vandamál með hljóðið, þannig að kannski laga bara mækinn. Já, ég vona að heyrist í mér. Ég hefur ekki endurtaka allt saman. Ég vona það líka. Getur farið með þetta? Já, ekkert mál, ég get það auðvitað. Heyrðu, en síðan er það þannig, partur af þessu þú ert með sérfræðinga, hagfræðinga, 2 doktor og 1 master í einhverju sem heitir fjármálaráði. Og þetta er í öllum löndum. Þeir koma og skoða fjármálaáætlun og segja, heyrðu, ágjör þessu. Ég hef aldrei, þegar þeir komið fjármálaáætlun sem er til 4 ára, ég hef aldrei séð harðorðari álit frá fjármálaráði. Það eru 15 atriði. Það sem bara sagt, heyrðu, þetta er allt og bjarsýnt, þið eru þetta er ekki á traustum fótum, þessar áætlanir, þið eru að setja sjálfvirkni sem alls ekki gerir og svo framvegis. 15 hundar. Sko, ég gerði með þetta? Hagfræðingarnir? Nei. Ekkert. Nei. Það var að því að það er þannig að fjármálaáætlun kemur fram og hún náttúrulega bara send út allt og svo komin með ábendingar og fjármálaráð lesið yfir og kemur með bara ítalegt álitsgerð. Og allir þeir sem komum fyrir nefndina voru sammála fjármálaráði og þeir gera bara ekki neitt með það. Hvað þýðir það? Það þýðir það að vextir lækka ekki og verðbólga lækkar ekki. Fyrir utan ýmislegt annað. Við erum að bara þétta eða bara búa til vandamál framtíðarinnar sem kemur strax fram flest aðeins seinna.
þannig að þið segið vorkenninni, nei hann segir það. Ég er bara svo aumingjagóður, ég má ekki dömt sjá sko. Já, hún er ekki aumingi og hefur marga kosti og allt í lagi með það og bara, maður getur alveg talað vel Kristrúnu Frosta, en hún ber ábyrgð á þessu og það og ég velti í fyrir mig þegar maður sér þetta vegna þess að þau lofuðu líka að hún lofaði svo sannarlega líka, hún sagði og í Chess After Dark fór hún svo vel yfir þetta. Hún bara sagði, heyrðu, við ætlum ekki að kljúfa þjóðina. Hún fór yfir, sko, oft þegar gengur ítli efnahagsmálunum, þá lítið með Evrópsfrandi, það er ekki lausnin og það verður að vera breið pólitísk samstaða og bara fyrir það. Þannig að þetta, bara hún lofaði því, þetta verður ekki á næsta kjörtímabili, það er þessi kjörtímabili. Og það er eina af þessu strángheðilegu kosningarsvíkum, því það er síðan bara svikið. Talaði líka fyrir auknu meiri hluta. Þú veist að það þyrfti að vera sko, ef ætti að fara í þessa vegferð. Algjörlega. Hún er ekkert bakka frá því held ég Jú, eða þú veist auðvitað muni hún hefur ekki gert það formlega þá verður jáið á einu atkvæði þá muni fara í þessa vegferð, ég lofa þér því Heldur það? Já, hálfu atkvæði 100%. Það er virkað lýðræðislega atkvæði. Þau muni bara, þú veist, og það að því að við erum sko, og það hefur ekki verið umræð, markmiðið hefur verið að hafa enga umræð þetta. Akkurat, ég ætla að grípa þarna því að við erum búin að vera að spá í þessu og ríkisstjórnin segir að það sé atkvæðagreiðslum aðild þú veist, þetta er ekki aðild eða hvort eigi að halda viðræðum áfram og þetta hljóma saklaust þess að þau sé svona samþykja kanna málið betur finnst þér þetta að vera heiðaleg framsetning? Nei, og mér finnst líka bara ekki heiðaleg hvernig að þessu staði segjum það, þið viti hvað skoðun ég hefur á þessu, ég bara er búin að vera í þessu málu sem ég verið í menntaskóla. Það er ekki bara heima heldur bara á alþjóðvettvangi. Ég verið í stjórnum alþjóðasamtaka og sömulegis á Evrópuvettvangi og ég er búin að vera þetta ráðherrinar í 5 ára utanríkismála, þú veist, þingmaður í þessum nefndum. Og bara, svo þetta læriði maður þetta í háskólanum og þá var ekkert leyndamál hvað fólst yfir Evrópssamnu. Ef að maður svaraði svo stjórnarmenn gera núna þá maður hefur verið feldur. Þannig að því að það eru ekkert leyndamál hvað stjórnarmenn yfir Evrópssamnu. Þannig ég er mjög ákveðna skoðanir. En segjum bara að við séum saman ríkisstjórn og þið segið, Guðlaugur Þór, sko, þarna við teljum að við þurfum allavega að skoða þetta, þú veist, og bara okkur finnst rétt og hérna, við förum ekki samstarfið þig nema að það verði svona atkvæðagreiðsla. Ok, hvað myndum við gera? Við myndum þetta byrja að koma með eitthvað, láta einhverja fólk sem að væri svona traustist vert, sem væri svona, allir getur sagt, ok, þetta er fólk sem er ábyrgt og við myndum og fá aðila utanakomandi þar sem að við værum að ræða þessi mál, það væri eitthvað plagg, eitthvað hagsmunamati, eitthvað sem ræði grundvallar, það væri sendt til allar þjóðarinnar og við myndum ræða þetta í það minnsta í 1 ár og bara fara yfir kost og galla og værum síðan með það að við góðan aðdraganda að atkvæðagreiðslu. Núna er þetta, sko, það er aldrei við áður verið þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst, það er bara, þetta er ekki sent til umsagnar, þingsonna til að, sem bara hvorki fuglinn fiskur, þetta er í miður sveitarstundakosningum og svo er sumar, skilur við. Þau byrta, segja frá þessi mars eða ekki, manni það ekki rétt. Og seint í mars, segir maður rétt. Og svo er hérna bara rúveila bara að fara í frí, tökum þá fyrir og eftir, ekki á neinar áhugjur. Það er kannski áhugjur. Já, og þú veist, Stefán einar ákveður að fara ekki í frí til þess að geta rætt þetta. Hún, Kristrún og Þingheimur tekur sér frí og maður fær svona tilfinninguna að maður velti að minnst fyrir sér, er verið að reyna að komast fram hjá því að ræða þetta efnislega og þú veist, og það er svo margt sem bendir til þess. Þorgerður Katrín, þú er nú búin þú er tilbúin að mæta henni í kappræðum og ég las það þá vísi, en hún virðist ekki vera... Hún er búin að víka sig undan sér margoft. Já, ekki bara hvað þér heldur, hún virðist vera forðast að takast á í jafningja sína þessi ESB-mál og samt á sama tíma fer hún fyrir þjóðinni og er að tala fyrir þessu og manni finnst einhvern veginn eins og hún eigi að þú veist, ef hún er þessara skoðunar á hún ekki svara fyrir þetta almenna. Sjálfsög, ég menn hún tók ekki þátt í umræðinu þingsálfna til hennar. Sko því að þarna Alþingi er málstofa og þar og við erum með í beinni útsendingu til þess að allir geti fylgst með. Við erum með náttúrulega líka fjölmiðlamenn sem fylgjast með og þið og aðrir, skilur, sem er að melta þetta og það er reynt að keyra þetta í gegnum hrattir svo mögulegt er. Það komið til þess að því að settist það inn í utanríkismálanefnd því að hún er sama tím og fjárlaganefnd sem að ég er í en ég forgansæði þannig að ég gat hlaupið þar aðeins inn og þar komu til dæmis aðilar með mjög mikilvægur upplýsingar og þeir fengu bara 15 myndur og við vorum bara, heyrðu, við hefum ekki við höfum að spyrja meira, nei,
bara búið að tekja í bóksið út. Þetta minnir mig svona svolítið á bílasala sem að segir hérna, heyrðu það er bara annað kaupanda bílnum hérna að vera að taka þetta núna sko, við höfum engan tíma sko, ef þú kemur ekki nú þá missur á hann, já, eitthvað svona, þú veist, og maður svona, heyrðu, gæti verið að sé eitthvað óhæðalegt á kreikjum, maður fær á tilfinningunum, maður vil ekki saka fólk um það beint sko, en mér finnst þetta, og svo Kristrún, hún er einhvern veginn, það er eins og að hún viti að pólitísk framtíð hennar liggi í því að hún sé réttu megin við línuna, þannig að hún einhvern veginn ætlar að reyna að fara að beggja vegna línunar með því að taka hvorki afstöðu til þess að hún vilji fara inn, eða vilji ekki fara inn, þannig að hún er einhvern veginn ekki að tala fyrir því að gangin í Evrópusambandi, því að það er kannski ekki sko lækningin og efnahagslegum vandræðum Íslands, en á sama tíma að hérna þá tekur hún þessa ákvörðun að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þvert á það sem hún sagði fyrir kosningar og maður skilur ekki alveg sko, hvort viltu fara í Evrópusambandið eða viltu ekki fara í Evrópusambandið, þarft þú ekki sem forsætisráðherra að taka afstöðu? Hún vill fara í Evrópusambandið. Hún alltaf var í þessum Evrópusamtökum og hefur verið Evrópusambandssinni alltaf. Það sem hún sagði fyrir kosningar sem var alveg hárrétt. Þetta getur ekki verið forgangsmál og ef við ætlum einhvern tíma að gera þetta og ég undir minni fórustu munu ekki gera næsta kjörtíma. Ef við gerum þetta þá þurfum við að taka mjög djúpa umræðu og svo framvegis. Þannig að hún vill alveg fara inn, annars var hún ekki að gera þetta og átt að líka því að við fengið yfirlit yfir alla fundi utanríkisráðherra við Evrópusambandið og ráðherra sem eru í ESB og þetta er langur listi, hún er búin að eiga mjög marga fundi og á sama tíma og Evrópusambandið og við vissum að því við fengum að vita minn hlutin vissi ekkert að fyrir setna að þetta var ári undirbúningi að setja refsitolla okkur og Evrópusambandið braut EES-samningin og þeir voru að gera allan tíman öllum sem fundum var hún aldrei að tala um það. Aldrei. Hún var bara að kynna fyrir þeim þjóðaratkvæðagreiðsluna og augljóslega plotta það að þessi aðild sé ennþá í gildi vegna þess að hún er auðvitað sko, við höfum ekki verið Evrópusambandi og við getum haft alla skoðun því hvort að Gunnar Bragi og Sigmundur Davíð gerði þetta rétt ekki. Skiptir ykkur máli. Bara Evrópusambandi tók okkur að lista yfir þeirri ríki sem vorum að sækja aðild tók aðlögunarstyrkina ég veit ekki hvort að einhverju muna það er að fletta því upp, af því að það var óanað því að þeir voru að dæli okkur styrkjum til aðlaga. Það var 8.000 milljónir eða eitthvað. Já. Og þeir hættu þessu. Ég meina, ef þú fer núna heima síðu Evrópusambandsins, þá sérðu til dæmis Tyrkland er með virka aðildumsókn og þeir eru ennþá, og þeir eru hverju ári greiða þeir aðlögunarstyrki til Tyrklands til að aðlaga Tyrki að því að gangin í Evrópusambandi og Tyrkir sóttum aðild, ég held að þetta var í svo steindautt að þarna sóttum aðild því ég var í menntaskóla, ekki á loka ára einsunni og en þeir hætt að greiða og ég var því sem utanríkisráðherra, það var aldrei sagt við mig að forystumanni Evrópusambandsins, aldrei nokkuð tíman við varum að gilda aðildumsókn, það var aldrei sagt við Þórdísi Kolbrúnu, ekki við Lilju, það er bara komið opinberlega fram, þannig að tíminn er að ríkisstjórnin er búin að vera að vinna í þessu. Ríkisstjórnin hefði átt að vera að segja við Evrópusambandið, heyrðu fyrirgefðu, þið er ekki að fara að brjóta EES-samningin okkur sko. Það er þetta hefur verulega áhrif á starfsemin á grundantanga þessi refsitollar. Og ef við erum ekki, ef okkar ráðherrar er ekki gæta hagsmuna okkar, hver gera þá? Þeir reyndu þetta þegar ég var utanríkisráðherra. Af því að þá ætlaðu að halda okkur í COVID úti með lyf og lækningatæki. Ég bara fór á fullt að bara, þú veist, og allt ráðuneytið að sannarlega ringja í kollegana til að segja, heyrðu, það er hérna innrimarkaður, við erum búin að vera frá fyrsta degi sko og við náðum að hrinda því. Þannig að það er útilokk annað en að Kristrún Frostadóttir hafi vitað það frá fyrsta degi hvað utanríkisráðherra var að gera og þetta átti hún líka sína fundi og við erum að tala um það það er engir fundi við Bandaríkin, engin bara, þú veist, þegar ég var utanríkisráðherra það kom hérna varaforstimni í mínu boði 2 utanríkisráðherrar ég fór að opinbera heimsókn til utanríkisráðherra, varnarmálaráðherra átt að hitta viðskiptaráðherra bara út af COVID gæti ég komist út af fríverslunarmálum og hér þeir jöku hér fjárfestingar 30 milljarða í varnartengdubúnaði við fórum á viðskiptasamráð sem gerði það verkum að fjárfestingar Bandaríkjamanna stórjökust hérna og eruðu langstæst þannig að þeir sinna þess ekki neitt þeir eru bara að hugsa eitt að það er að koma Íslandi í Evrópusambandsins og þá þeir ekki gæta hagsmunir Íslands því að það eru hagsmunir Evrópusambandsins að Ísland gangi inn. Við munum borga með okkur og þeir munum hafa Það er þessi mikið sem við borgum með okkur þetta er einhverju 10 milljarða
og Ég hef heyrt 20, ég hef heyrt 30, ég hef heyrt 50. þetta eru ákveðnar reiknireglur, það er að segja við borgum part af vaskinum okkar, 75% af tollunum sem koma hingað fara til Evrópusambandsins og ákvaði í marrétt þarna af verkri landsframleiðslu sem við greiðum með okkur og síðan fáum við úr sem sagt þarna sjóðum eins og ýmsir, eins og allir, en þannig að það er sameiginleg landbúnaðarstefna og sjávarútvegsstefna og þeir runni bara, við munum ekki stýra þeim málaflokkum lengur, heldur er það frá Brussel, þannig að og stærsti hluti útgjalda Evrópusambandsins eru þessi svoköllu byggðastyrkir, það sem landbúnaðar og sjávarútvegur er inni líka. Maður hefur heyrt mjög skrautlegar sögur svona á Austur-Evrópu af okkur svona bóndum sem eru bara að vinna í rauninni við að sko skema Evrópusambandið út af þessum styrkjum og ég eru bara með eitthvað svona fáránlegan búskap sem að gefur í rauninni ekkert af sér, þetta snýst bara að vera með eitthvað x mikið af gripum eða setja upp sólasellur eða eitthvað djöfulinn á bóndabæðunum. Það snýst í rauninni, þetta er bara orðin landbúnaður sem snýst að sækja sér bætur. Bara bótabúnaður. Já, í rauninni bara, sko, ég er nú ekki fylgst nákvæmlega með þessu, en einhvern tíðan var það þannig að þeir fóru þessa leið að í rauninni að stað þess að hafa framleiðslu tengt, þannig eins og íslenski bændur fá bara per lamb. Já. Að þá færðu þetta þannig bara með því að búa þarna, því að það skiptir máli og þú verður að gera eitthvað en þú fær ræður því að þá færðu bara þína styrki. En aðalatrið er þetta og þetta það er svo ljóslifandi minningunni, fyrir áratugum síðan hitti ég, þegar Bretland var inn í Evrópusambandið, þá hitti ég þarna þingmann sem að sagði við mig vistu hvað, að því að veitna fáum sem áhuga á sjávarútvegsmálum, sjávarútvegur er auðvitað svo pínu lítill í þessu löndum flestum að þarna, niðurgreiddur. já, sannarlega og þá sagði, veistu hvað, mér finnst verst við að vera í Evrópusambandinu, ég segi, ég veit það ekki, hann sagði, þegar að kjósendur koma að vera óan út af sjávarútvegsmálum, þá segir við að þau geti ekki talað með og talað við Evrópuþingmann og þetta er svo fjarrænt og þetta er bara stórir og litli hlutir dæmi, það er ekki bara, það er sameiginleg náttúruverndarstefna. Hvað þýðir það? Þeir ráða hvað við megum veiða. Það er bannað að veiða ref. Það er bannað að veiða hval, það er bannað að veiða sel. Það er bannað að veiða alla sjófugla sem við gerum með sjálfbærum hætti. En það má veiða lóuna, spóan og rossakukinn. Hvernig er það? Hann var hægt að leika sér að því. Hamró og svona sem er að setja, þú veist, þessa En kvóta. bara kláru það. Já, fyrir ekki. Á hverju eru þeir að fara að ráða þessu í aðildarríkjunum? Ég meina, sérði í anda, ég veit ekki hvað skoðin það og æðadúnnin sömulegis, það má ekki ekki að taka á hvað það er. Ég meina, hvernig heldur að gangi hjá okkur ef við erum ósáttu þetta? Við erum búin að stunda eggjatöku hérna í árhund eða bara landnámi og gert það bara með sjálfbærum hætti og það er bara gert bara mjög vel. Getur farið í melabúðinu, kurtinu, svartfuglsbúið, það er búið. Og hérna, sérði anda við sem ósáttum þetta og fara fljúa til Brussel og hitta embættismannin sem að ræður þessu og við lifum í Ísland. Mér finnst það neyjararnir að taka þetta, sko, segja bara, heyrðu, ESB-arnir, þeir eru að fara að skjóta lóuna. Það er bara, þú veist. Já, ég meina, það kemur ekkert sumar, það kemur ekkert lóa, þeir eru búin að fá ekkert skjóta þær allar. Nei, ég meina, aðalatir að þeir fá þá að ráða þessu. Við þurfum að taka, sko, það er bara ákveðin listi, það sem við megum og svo þurfum við að taka ákvörðun það við ætlum að leyfa, svo maður sé nú alveg sanngjarn. Ég held að skipti máli að vera alltaf með þeir eru að fara að skjóta hana. En það breytir engu. Já, ég meina, við höfum verið að veiða sjófugla, bara, þú veist, með sjálfbærum hætti, það er út og það var út í heiðagæsin þegar vorum að sækja aðeins síðast, þegar þú skoða rýniskíslunar, þá voru þeir að reyna að fá heiðagæsin inn, því það er mjög mikið heiðagæs á Íslandi. Aðalatrið er þetta, bara það er, og ég mun aldrei í þessu podcasti vera með tæmandi lista allt, það sem allt í hennu fer frá okkur þangað. Ég meina, á hverju ættum við að láta þetta fólk, útlendingar ráða þessu? Og á hverju? Ég meina, til hvers var barist? Ég meina, þú veist þarna, og þetta er ekki bara sjávarútvegsmál, auðvitað vorum við í árhundruð að reyna að fá, af því það voru útlendingar sem veit allt hér og það vita það allir og þó svo menn, og ég er ekkert að segja, sko, fólk hérna er ekkert með horn og hala, það er bara, þetta er sameiginleg stefna og þegar að menn, og það hafa allavega skýrsla sem Össulit þarna skrifa og var kynnt fyrir þinginu þegar þetta var hætt, Hagfræðistofnun skrifa hana, fór yfir þetta nákvæmlega, sagði bara það hafa aldrei fengið varanlegar undanþágur fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarmál og maður kynna að segja að ákveður þetta eitthvað vont fólk. Nei, auðvitað er ekki þannig, þetta er bara eins og ef þú ert kommissarinn í Evrópusambandinu, þá ertu með 27 börn
og það verða allir að fá það sama. Það var eitthvað þarna á norðan 60 ára annara gráðu þegar Svíþjóð gengur inn þarna 94 að það var eitthvað gert fyrir landbúnaðin þar og það ekki. Voru einhverja meiri niðurgreiðslur eða hvað var gert? Nei, það sett inn í sameiginlegu landbúnaðarstefnuna en í skýrslu Hagfræðistofnunar segir þetta sé tímabundið. Þetta tímabundið sem sagt. En hvort heldur sem þá það þannig að fyrir norðan þessa breiddargráðu, það er að segja það er norður Finnland og norður Svíþjóð, að þá mega þeir styrkja meira þennan landbúnaðin þar. Það er að segja þjóðríki má gera það. Þjóðríki má gera það en Evrópusambandi gera það ekki per se. Nei. En það er gott að gera greinarmun á því. En þetta er í sameiginlegu stefnunni. Það er svo mikilvægt að við gerum greinarmun. Þetta er bara eins og þarna ég segi við þig, veistu það, ég held að þú sett ótrúlega góður í fjármálum. Ég held að þú sett bara betur í. Ég ætla bara að láta þig hafa umráð yfir öllum fjármálum fjölskyldunar. En þú voru að sjá til þess að ég ágst að fáum að, þú veist, við þetta komast í frí og þú veist, skilur bara ýmislegt og gefum okkur það að þú sér bara, að þú stjórnar þessu. Ég læt bara stjórna til, já, og gefum okkur það að þú gerir þetta þannig að ég sé rosánaður sem náttúrulega enga líkur á. En þarna, svo eigum við bara börn og þarna, börnum mín ganga börnunum þínum og segja bara, heyrðu, þarna pappar okkar töluðum og þau bara, heyrðu, það bara stendur en við ráðum þessu, sko. Hvað heitir aftur, sko? Þannig að þú veist, ef að gefum okkur það að við séum ofsalega ánað með Ursula von der Leyen sem reynda að setja okkur refsitollana og þá sem eru núna, þeir verða bara ekkert að endalaust og það sem er búið að gerast verða þetta bara mjög stutt að til dæmis neitunavaldið sem var hérna áður eins og í ráðherrunum, það er alltaf að minnka. Þeir vilja afnema það og von der Leyen hefur gefið það út sérstaklega og hún vil afnema þetta. Þeir vilja öll gera og það hefur líka verið að droppa gríðarlega mikið niður þannig að það er alltaf að minna því og þetta er ekki bara neitunavald þannig eða sérst meirhluta, að því að nú er þetta mest tekið með meirhluta ákvörðunum, það er ekki einu sinni þannig að einn maður eitt atkvæði í ráðherrunum, það er bara Þýskaland er með 80 milljónum bakvið sig. Malta er bara með eitthvað pínlítið, skilur. Þannig að það er bara tekið inn þegar að mennur að taka ákvörðun með öðrum orðum. Við erum með 6 sæti þá af 700 og eitthvað sætum á Evrópuþinginu. Fyrir utan það, 750 þá við höfum ekki rosalega mikið þarna. Nei, ég meina 6 það er eins og værum við ekki einum þingmanni inn á Alþingi Íslendinga. Já, þú veist þarna, já. Og ætla menn í alvöru að þarna segja bara, heyrðu, við bara teljum þessu skynsamlegt að bara einhverju útlendingar ráði þessum mikilvæga málaflokkum á Íslandi. Og líka landbúnaðurinn, þarna ertu með existential mál og þú getur talað einhver svona efnahagsmál og eitthvað. Mér finnst leiðir þetta að þessi ESB umræða, hún snýst eiginlega bara efnahagsmál. En þetta er fyrir mér líka sjálfsmyndamál, fyrir bara sjálfsmynd þjóðarinnar og þú ert með landbúnaðinn, þú ert með í rauninni vald í Brussel sem að getur haft kæfandi áhrif á landbúnað og ef að menn einhvern veginn rökklast úr landbúnaði þá er þekking á því bara að rækta þetta land og vera með gripið hérna sem getur bara farið í vaskinn. Hún kemur ekkert endilega aftur, hún getur tekið langa tíma að koma aftur. Að þetta getur tekið matvæla öryggi á Íslandi og sem er kannski ekkert brjálæðislega mikið fyrir og gert það töluvert verra líka. Við erum með, landbúnaðarstefnan okkar er líka viðskiptastefna. Við erum með miklu frjálslyndari viðskiptastefna heldur en Evrópusambandið. 90% af tollnúmerunum okkar eru tollfrjáls, 25% ESB. ESB er tollabandalag. Já, þeir eru bara með sömu línu Trump. Hún har alltaf verið þar, sko. En þarna, það sem hins vegar, þeir miða viðskiptastefnu sína við hagsmunni stóru þjóðina, eðlilega. Ég meina að þeir vilja ekkit fá fransku bændunar á traktorunum í Brussel og drulli yfir allt og hvað þeir gera þarna. En þannig að viðskiptastofn okkar þannig að það sem við erum með tollverndina, það er á íslensku landbúnað, það eru sárafáir íslenski bændur þegar við fækka mjög mikið og við erum mjög frjálslynd annars staðar, en þetta myndi þýða líka það að ef við göngum inn þá hækkar verð á alls konar vörum. Við erum til dæmis með samkeppnisforskot af því við erum með eina landið í vestræna heimi sem er fríverslunarsamningur Kína. Akkurat. Það þýðir það að bæði almenningur sem kaupir frá Kína, hvöt eða hvað þú gerir, skilur. Nú erum við konum í kínverska bíla, BYD og fleiri sem eru að vera stærstu framleiðendur í heimi og bílum. Já. Og við fáum að skaffrjálst. Já, það sem gerist í þetta að það sem er fyrir utan Evrópusambandsins, þar alla jafna hækka verðin á vörunum og til dæmis eins og atvinnuvegir sem eru með frá Asíu og sérstaklega Kína, eitthvað sem nota í sína framleiðslu sín útflutning, þetta mun skerða þeirra samkeppni stöðu. Það er vendartollar á þessu sem ég var að nefna innan Evrópusambandsins. Fengjum við minni tolla á bíla frá Þýskaland eða frá Evrópu? Nei, það sýttum við ekki bara við saman borð og við værum annars. Það eru engin tollar hjá okkur á bílum, við erum með vörugjöld á bílum. Og við erum með bara sama yfir alla
Ég held ég fari rétt með það að það er ekki slíkt sko. En aðalatri máls er þetta, tölum efnahagsmál. Sko þetta er bara, að því maður veit aldrei, þeir eru búin að koma með alls konar rök fyrir þessi gegn tíðina. Nú er efnahagsmál, maður bara, gengur eitthvað sérstaklega vel í efnahagsmálum í Evrópu? Já, akkurat. Við ætlum nú að fara svolítið yfir það, bara hvernig ástandið er innan ESB. Og ég meina, sko þegar menn segja hérna, heyrðu, þarna húsnæðismálun, já, tölum húsnæðismálun, á hverju er dýrt verðið á húsnæði á Íslandi? Það er vegna þess að Samfylkingin og Viðreisn og Flokkur fólksins ákvað hérna í Reykjavíkurborg að fara í þéttingar, í Reykjavíkurborg ákveður, hún er langstærst. Það sem að vera bara, ef að markmið var að nú ætlum við að byggja dýrt eins og hægt er á dýrustu reitunum með engum bílastæðum, og þá náðum menn fullkomnum sko. En útlendingarstefnan hjálpaði nú ekki? Nei. Mikið óþarra fólki sem kom hingað og fengið... Já, við gert alls konar mistök þar líka, en aðalatur er þetta, en það er hérna, sko, það liggur fyrir að það hefur verið mikið að gerast í íslensku efnahagslífi. Þetta, ég meina, vitum þá, lífskjör hafa batnað gríðarlega mikið, það er alveg sama hvernig menn leggja það niður fyrir sig. Og það er, ég meina, ok, ég er ekkert 100 ára gamall, þegar þú fórst í útlanda fyrst sem ungu maður, þú þurftir að halda þétt buddina, vegna þess að allt í útlöndu var bara svo dýrt. Núna er það þannig að þegar þú ferð til útlanda, fyrir utan kannski Norðurlöndin og höfuborgirnar svona, að þá íslenska krónan mjög sterk. En raun hagvöxtur undanfarin 10 ár hefur verið nánast engin. Já, ég er nú eftir að skoða, það er nú... Svona heroin hagvöxtur með því að flytja inn fullt af fólki og þú getur náttúrulega x-neysla og svona. Raun hagvöxtur per capita nánast engin. Já, kaupmáttur á Íslandi mjög hár. Já. Og allir sem hinga koma, þeir segja bara, þið bara átti ykkur ekki á hvað þið hafa gott. Útlendingar sem ég teki á móti sem kom síðustu áratugi, þeir segja bara hvað að ykkur? Og þau bara skoða myndir, sjá bara hvað uppbyggingin búið gríðarlega mikið. Við erum með lífeyrissjóðakerfi sem að ýmislegt þarf að gera meðal annars til þess að lækka vexti eins og ýmislegt annað. En það samt sem að við eigum peninga miklu meira fyrir lífverðnum, miklu meira heldur gengur að gerist. Þessar þjóðir sem eru í Evrópu, stóru þjóðnar, Guð einn veit, því það bara Guð einn sem veit hvernig þau ætla að komast í gegnum það þegar þessi stóru árgangar fara á lífeyri vegna þess að það ekkert til í sjóðunum. Þetta gegnumstreymiskerfi sem að miða við að aldurspíramidi sé alltaf svona. Og það ekkert mál ef hann alltaf svona. En það langt síðan var svona. Þannig að litla lagið sem á borga fyrir þá sem uppi og niðri, það getur ekki haldið þessu öll upp. Og innflytjendastefnan búin að gera þetta ennþá. Fyrir þá sem að hlusta. Enn meira. Já, ég meina, svo það annað að innflytjendastefnan á augljóslega verið gerð gríðarlega mikið mistök þar. Það óumdeilt. Ég var keyrum Þýskaland bara fyrir mánuði síðar. Það bara þyngra en tárum taki að keyra í gegnum. Þetta bara sorglegt. Svo fer ég inn í svona gamla bæi þar sem svona þýsk menning eftir og bara svona, vá hvað þetta fallið. Þetta svo góð menning, þetta raunverulegt. En á flestum stöðum, og ég var bara róttrippi vinum sem býr í Þýskalandi. Þetta svo grátlegt og við erum að fara í sömu átt og mann fallast hendur. Já, ég held að við svo það sé nú ekki. Ömurlega draslið allstað. Já, við erum nú búin að bremsa þetta, en hins vegar mýmislegt sem vegna þess að við læriðum ekki alveg Norðurlöndunum og við höfum okkur óskynsamlega og það mun kosta okkur, það liggur alveg fyrir. Ekki við förum í fjöldabróttisjónir. Og allavega, það kostar... Það bara... Já, en gott og vel. Við getum hjálpað þeim heim. Já, þú veist að ég að segja alveg sama hvað að þá það komið kostnaður sem að við þurfum og mál sem við þurfum að vinna okkur út úr. Það liggur alveg fyrir. En skuldasta Evrópusambandsins þannig að ríkin skulda jafnaði 86% af vergri þjóðarframleiðslu. Stór lönd eins og til að mynda Frakkland skulda 118% af vergri þjóðarframleiðslu sem að þykir frekar mikið. Það hver ríkisstjórnin á fætur annari sem að hefur fallið í Frakklandi og núna síðasta þegar þið gátu ekki sett fjárlög. Að því að eins og varst að koma inn á aldurspíramídin öfur og það meira gömlu fólki heldur en ungu og það gegnumstreymiskerfi, þeir eru ekki búin að leggja fyrir þannig að þeir fólk sem vinnur ekki. Já, ég kem að mitt að því, það bein afleiðing af þessu og til þess að leysa þetta vandamál
þá ákvaða Evrópusambandið og flokkarnir sem að stjórna sem hafa verið í ákveðinu vinstri sveiflu í svona 10-15 ára minnstakosti ákvaða að fara í að flytja inn fólk frá ólíkum menningarheimum sem átt að koma, það átt að leysa unga fólkið okkar af hólmi og koma í staðin fyrir það átt að greiða skatt og vinna störfin. Hins vegar hefur þetta bara að skila sér í atvinnuleysi, þau hafa ekki verið aðlagast, þau hafa ekki verið að vinna, þau eru ekki að borga skatt, þau eru netto skatt þegar, ekki greiðendur og þannig að ástandið í rauninni miklu verra heldur en hefur bara sleppt í, af því að þetta hefur verið svo mikill kostnaður. Og á það þá skulda Grikkland, Portúgal, Ítalía og Spánn miklar upphæðir og ég meina það mun allir hvernig það var með Grikkland, ég meina Grikkland fór bara á hausinn, praktikli og margir hafa sagt já, þú veist, það er ekkert sem að hvílir á öðrum löndum innan Evrópusambandsins eða Evrópusamstarfsins að beila aðra út en það var nú öðru nær þegar Grikkland fór á hausinn að það hefði bara verið dóminóralli og þessi lönd sem ég nefndi höfðu öll farið á hliðina, þess að Spánn, Ítalía og Portúgal og þannig að þeir þurftu að hlaupa tilbaka, þeir þurftu að lána pening, þeir eru í evrusamstarfinu. Evran var augljóslega ekki að henda þessum ríkjum, hún hendaði ekki Finnlandi heldur, það kom þeim stýpra í kreppuna, þetta er að auka atvinnuleysi, frekar heldur en eins og við höfum gert þetta, við höfum fengið verðbólgu sem að deilist á fólk, sérstaklega meðal ungfólks. Þannig að nú er ég kannski að mála ansi dökka mynd upp að Evrópusambandinu, en þetta er allt saman bara staðreyndir sem ég er að segja. Já, sko, þeir skrifuðu sjálfur þetta. Draghi skýrslan, hún segir bara, og Draghi er harður ESB sinni, harður federalisti, þar sem hann vil bara bandalagsríki í Evrópu. Var hann ekki seðlabankastjóri? Já. Og hann segir, við erum bara að dragast alls þar aftur, við erum að drepast úr reglugerðarkerfi, þannig fyrir hverjar 3000 svona reglur eða lög sem koma frá Washington, þá koma 10.000 í Evrópusambandsins. Og síðan það er engin nýsköpni á okkur og við erum bara að tapa bæði fyrir Bandaríkjunum og Kína. Og það viðurkenna allir þetta og þetta er... Þetta er tölfræði, hagvöxtur í Evrópu miklu minni heldur en í Bandaríkjunum og þeir hafa tekið langt fram úr þeim. Og þeir nefnir svo sannarlega hafa verið gerð gríðarlega mikil mistök í innflytjendamál og það er ekki hægt, Spánn var núna að taka við gríðarlega miklu fjölda og hvað þýðir það? Þá er það komið inn í ESB. Það er akkurat málið. Og þegar komin inn í ESB að öllu óbreyttu, þá getur þvælst ansi mikið og þannig að vandamál Spánverja getur orðið vandamál annara innan mjög skams tíma og svo eru menn að dreifa þessum byrðum því að Evrópusambandið gengur út að dreifa byrðum og þú getur sagt og þess vegna við borgum með okkur enda nema hvað, vegna þess að við erum mjög rík í samanburði þau, reynda rík í samanburði alla þó enginn vilji viðurkenna og ekki getum við ætlast til þess að Rúmenía og Búlgari og Grikkland borgi okkur við fyrir minn, þeir eru enga peninga. Geta það ekki. Nei, þú veist þannig að þetta gengur og þegar við bara googlið, bara net contribution, bara countries in EU, þá sér þetta allt saman. Þessu eina landi sem er verið ríkt sem borgar ekki með sér er Luxemburg. Vegna þess að þeir eru með svo mikið af stofnunum og eru slíku að hagna svo á þessu sem er alltaf eins ósangjant eins og getur orðið. En þeir mjög harður á að vera í Evrópusambandinu, þeir bara ofan og allt sko fyrir þetta eiga bara eru með þessa skattapartís og alltaf þá bara þá fáið netto frá Evrópusambandinu. Áhugavert líka að nú eru þeir nágrannaríki sko Belgíu og Holland sem borgar samt 30% hærra matvælaverð. Það er svona rýmar einhvern veginn ekki alveg við það sem að Pavel hefur verið að segja. Nei, menn þetta er sko það sem er svo augljóst og það sem gerst í öllum löndum, það sem menn að gengin í Evrópusambandi, að þetta fólk sem að tala fyrir það flýgur bara allt inn í og fer til Brussel. Ég meina, sko það er minn hagur og allra stjórnmálamanna og allra embættismanna og eitthvað talandi stjettum að gangi í Evrópusambandi. Því að þeir verða, ef við göngum inn, þá verðum við að hafa Íslendinga í störfum að það er ekki kvóti, en það er samt tekið mið af því, þú verður að hafa svona eitthvað svipað hlutfall og bara í þessu og þarna eru bara mjög góð laun, skattkerfi geggjað og lífeyrisréttindin alveg upp á 10. Var þetta skattfrjálst að einhverju marki? Það var skattfrjálst, þeir eru svona búið til eitthvað, en þetta er miklu, þú ert í miklu betri málum. Já. Og þetta fólk sem ég horfi á þetta fólk þegar að segja þetta og ég meina það að Pavel sem áður var þannig og að hann sko hélt sér alltaf á línu, það eru til marga greinar eftir hann þegar hann var skrifað inn í fréttablaðið á sín tíma þar sem hann var að taka ESB sinni í gegn þegar þeir voru að þrugla og ljúga eitthvað rugl, skilu, hann er harður ESB sinni og ég ger engar aftursundir við það, en það að þvæla og auglýsa þarna og hann auglýsi meira af afsláttum á pítsum heldur en Dominos
hann 25% afsláttur er komin, ég meina, þetta stendst enga skoðun. Nei, Pavel ætti bara að vera með matrislu þátt, sko. Hægaldar. Missa þætti, sko. Já, ég meina bara æðislegt skilur en þarna. Ég er bara spenntur yfir hvað hann ætlar að borða við leiknum. Það sem gerast er bara þetta, að því að við erum, og það er engin stjórnmálaflokk, að því við sjálf getum á morgun. En við segjum bara, heyrðu, nú ætlum við ekki lengur ef við með tollvernd á íslenska landbúnað. Við ætlum til dæmis segjum bara að kjúklingar og svín, við bara ætlum ekki þessi tollvernd. Þá gerum við það bara. Þetta er bara eitt pennastrygg. Já, við gerum þetta bara í þinginu. Já. Og ef við bara segjum, heyrðu, og þegar kemur að þessum hefðbundna landbúnaði sem við hugum flesta hefðbundin eins og mjólkuriðnaðurinn og sauðféð, við bara greiðum atkvæm, tökum bara tollar niður. Nú þá lækkar auðvitað matvælaverðið, ef við ætlum að fá virkilega lágt matvælaverð, þá semjum við Nýja-Sjáland eða Ameríku, suður að norður. Það er miklu ódýrari matur heldur en í Evrópu. Já. En þú veist, það þýðir það að við vitum það öll að íslenski landbúnaður mun ekki standast á samkeppni. Nei, landbúnaðurinn hérna mun bara leggjast af við fyrir að gera þetta svona. Þú verður kannski með eitthvað, en það verður ekki svona fjölskyldubúð, það verður eitthvað réttir og eitthvað svona sem búin að vera frá landnámi og eitthvað, þetta er bara farið, þú ert ekkert eitthvað með íslensk skyr og annað slíkt, það er bara fluttin erlend mjólk og búið til erlend skyr, bara Siggi skyr eða búið til í Þýskalandi eða eitthvað. Það er ekkert óraunhæft að Siggi skyr er bara fluttur inn. Og hérna, ef menn vilja það, og þá bara, við ráðum þessu. En ef við förum inn, þá ráðum við engum þetta og það verður ekki verið að hugsa um íslenska bændur og íslenska hagsmuni þegar verið að semja viðskipti. Hví skildu við gera? Heldur það virkilega? Einhver muni í Brussel ef við værum inni og það væri bara hérna verið að gera viðskiptarsamning við bara Mongóliu eða einhvern skilur og bara eitthvað sem kemur illa við okkur og við bara, smá málið hérna, þetta er Ísland, þið getið ekki klára hann samning ákveðu Ísland, hvað er þið mörg? Já, við erum nú að verða 400.000 bara, sorry, það er bara miklu hagsmunni fyrir þýska bílaðina en bless þetta er algjörlega galið að halda þessu fram. Já, sæti við borðið erum hann að grínast. En ég held líka bara margir jáarar, þeir vilja þetta. Sko það sem ég sé, ég hef verið svolítið að henda úti þarna jáuranum sem er alveg sturlaðir á Facebook síðan minni, en ég er svolítið að halda það minn núna því ég held að fólk bara sjá þetta og þetta er bara rosalega heift og hattur mjög mikið svona bara, þú veist, vera bara að segja að maður sé fíbla hálfviti og ógeðslegur og eitthvað þarna. Þú verður að fá bara svona fréttagreinum þig eins og Pavel, þú verður að fara að grenja í vísi en hann að vísi gerði það ekki, það var Sveinn Voice fyrir hans hönd, en láta hann líka með hluta. Það sem aðalatrið er þetta, að þetta er ósalega mikið svona hatur á Íslandi. Það er bara svona, ég vil bara, það er hræðilegt fólk sem er við stjórnunum í Íslandi og ég vil bara allt annað en það og það er allt ömurlegt á Íslandi, ég vil bara fara undir regluverkið því að ég vil alls ekki... Enda er verið að kenna fólki að hata allt sem er íslenskt, allt sem er vestrænt, allt sem er kristið. Þú sér bara Ríkisútvarpið er með þennan áróður í gangi, 24/7, þetta er bara resentiment í gangi, gagnvart öllu vestrænu. Og ég meina, auðvitað, marinerast fólk í þessu og bara allt vinstrið tekur bara undir þessar hugmyndir og hærið er eiginlega, sko, þó að gera það ekki, þá er það bara ofrætt við þetta leyfir þessum hugmyndum að stýra sér. Það þorir engin svona almennilega stígi fótinn gagvart þessu. Þannig að þetta hefur ekki verið svona, maður ekki séð þetta svona ofsalega áberandi, finnst mér fyrir núna á Íslandi. Þetta hefur verið í öðru löndum. Þarna og er alveg sko smitast hérna yfir. Mér fannst þetta allt vera meira og minna svo komplexara, menn voru svona ég er nú bara Íslendingur sko, mér langar svolítið að partur einhverja stærra sko, þú veist, en núna er þetta orðið miklu meiri svona heift bara út í íslenskt og í rauninni vestrænt náttúrulega, hefur bara saman enn hvað sem auðvitað lífið, það er vestrænt sko. Fjölmenningarstefnan. Þetta er þetta ofsalega þarna hattur, hvort sem Ríkisútvarpið kennir ekki, veit það ekki. Gulli, fjölmenningarstefnan var réttlætt með þessu, nákvæmlega. Þegar að fólk var að tala fyrir henni, menn að þá var fólk í pontu á Alþingi Íslendinga, Þórdís Kolbrún, sem var með þér í flokki, hún var að kvarta undan einsleitni, að það væri bara Íslendingar og Íslandi væri bara hvítt fólk og við þyrftum bara að fá fólk frá framandi menningarheimum til landsins til þess að auðga samfélagið menningarlega og gera það betra, bara til hamingju með þetta, Þórdís, fékkst það sem þú vildir, skilur, og nú er bara verið að stinga fólk í strætó og niður í bæ með skrújárni í hálsinn, skilur, bara okkur skemmtist það. Bara þetta er fjölbreytnin sem að margir sjálfar töluðu fyrir. Áslaugu Arna, hún sagði að það væri sjálfsagt að við myndum taka við flóttamönnum
frá þessum svæðum, hún sagði það alveg statt og stöðut, hún púaði niður Ásmund og fleiri þarna landsfundi Sjálfstæðisflokksins þegar þeir voru einu mennirnir að reyna að tala eitthvað sens inn í þessa samkomu á þessu tíma og það var tekin ákvörðun það að við ætlum að hleypa þessu fólki inn í landið, það var gert í stórum stíl, nú það komið, hver árangurinn af því, hann slæmur, hver reynslan, ég að tala við konu sem að kenna, hún grunnskólakennari, hún reyndar hætti, hún enda bara í börnáti, það voru 10 fyrstu tungumál í bekknum hennar, hún náði ekki til einnar mannesku í bekknum, þetta ekki hægt og þetta drifið áfram af þessum áróðri það að við værum of einsleitt land, við værum of hvít, of íslensk, við þyrftum eitthvað nýtt og ég ekki alveg viss að það sé alveg, þú veist það var tekin ákvörðun þetta gerðist ekki óvart. Ég held að þetta hafi verið barnaskapur vegna þess að það þannig, alltaf ég minn í stjórnmálum þá bara maður fljótt áttaði sig á því að það sem gerist á Norðurlöndunum, þú veist, vandið sem kemur alltaf svona 5 eða 10 árum, eða alltaf stýta. Ef við lærum ekki á þeim. Amen, já. Þannig að ég hef nú alltaf litið þannig, skoðum hvað gerist á Norðurlöndunum og reynum þá að koma í vekk fyrir sömu mistök og þeir gerðu. Því að þarna, en þegar það sem fólk var náttúrulega að vísa til að því að við, innflutningur okkar á fólki hefur verið svo ótrúlega lítill gegnum tíðina og hann hefur alveg verið, það er bara gengið hérna áður en að þú veist svona áður en þið byrjuð að taka inn fólk frá ákveðnum svæðum. Já, eða semst þarna þetta var náttúrulega við tókum frá ólíkum menningarheim, þá var það í litlum hópum og þegar maður hjálpa til við aðlast, ég meina sér svo Víetnamanni, við hvertum ekki undan þeim var samt ekkert hjálpa það mikið til, þeir bara komu og þurftu bara svolítið að lifa af sjálfu og gekk vel og reynsla Vesturlanda var ekki samfélagið svolítið haldið utan Jú, það tók verið á móti, menn þið fóru ekki á sósjalinn og reynsla Kanada hefur líka góða reynslu af þeim asískum og austurasískum, þú veist, oriental og hérna, það hefur bara gefist rosalega vel og veist, það greinilega ekki alveg sama hvernig menningar heimar eiga samleið og við höfum nú bara séð það fyrir botni svona Miðjarðarhafsins það hefur verið held ég bara ófriður þar bara frá því bara fyrir Krist þannig að það bara, ég meina hvað Múhameð kemur fram 600 og eitthvað og það búið að vera þarna eilífsstríðin á síðan þannig að við ættum kannski að reyna að draga einhvern lærdóm af því Já, þú verður að vera menn þau hluta bara að líta hlutinir eins og þeir eru og hérna fyrsta lagi þá engin þjóð, allra síst við meðan við erum með það fyrirkomulag sem að við viljum hafa velferðarkerfi og það þýðir það verðum að takmarka þá sem eru að koma inn og þarna sem fara þá velferðarkerfi, það gengur ekki það bara gengur ekki, ég meina það er stóru munur á því, auðvitað svo mikið af innflytnum sem gengi bara mjög vel sem við mennum kannski að miða við, ég meina Pólverjarnir hér á Íslandi, tölum bara íslensku, ég meina það hefur gengið mjög vel. En þetta fór í shitterinn þegar við byrjuðum að hugsa að fólk er fólk, skiptir ekki máli hvaðan kemur, bara fólk er fólk. Þessi pírata hugsjón sem að hærið tók svo upp og hægri menn ég er bara ekki sammála andi hægri mennsku hírarkía það stigveldi og menn eru bara misjafnir og þessi jafnréttis jafnar hugsjón sem að smaug sér inn í hægrið og þessi sjálfsmyndarpólitík sem að Sjálfstæðisflokkurinn og í rauninni allt hægrið bara Viðreisn er náttúrulega búin að taka það bara algjörlega en þessi sjálfsmyndarpólitík sem að snýst bara það af hvað hópi þú ert Já, ég er nú bara sjálfstæðismaður af gamla skólanum. Já. Og bara, mér líður bara mjög vel þar. Og ég var bara sem ungu maður þá var maður náttúrulega mjög heillaður af Thatcher og Reagan. Það voru aðra stöðar, ég meina þú sér debatt á milli Reagan og Bush eldri í forsetakosningum, þar sem þeir voru að tala vel innflytjendur og bara þarna, enda á þeim tíma gekk það bara vel. En svo bara breytast aðstæður og við hefðum átt, ef við förum yfir ef og hefði, þá áttum við að skoða hvað gerist á Norðurlöndunum og við skulum ekki gera sömu mistök og þeir. Akkurat. En auðvitað er þannig að við Íslendingar, við fórum mikið í Vesturheim á sín tíma, auðvitað er algjörlega ólíkt en Guð minn almáttur, þú fékkst enga aðstoð ef þú lestum Vestur-Íslendingar, þetta var nú ekki grín og reyndar alveg hræðilegt. En mér finnst megin málið hérna að einmitt eins og sagðir að sé hægt að horfa tilbaka að segja, heyrðu, við vorum barnaleg og við hefum frekar átt að skoða hvað var að gerast í löndunum í kringum okkur og við hefum frekar átt að sjá þær viðvaranir
og þú veist, geta allir gert mistök og stundum vil maður trúa á það besta í fólki, vinstri menn og píratar eru kannski ennþá þar og margir aðrir sko, en ég held að ef á að bjarga Evrópu bara hreinlega sko, þá þarf að vera algjör viðsnúningur, en við erum líka að sjá það á Evrópuþinginu, það er verið að samþykkja ný lög núna að hefta afgang og senda fólk heim, Svíar eru búin að breyta algjörlega takt og fleiri, en þetta er allt saman afleiðing af einhverju stefnu sem að virtist að rokka alveg Evrópusambandinu og sem að allir vinstriflokkar innan Evrópusambandsins eru farin að taka upp sömu stefnu, bara náttúrulega svo miðflokkurinn hérna og hérna sænskir demokratar og fleiri, og þetta er orðnar þannig að og meiri sé sko sósíaldemókratar í hérna Svíþjóð eru farin að taka upp mjög stranga innflytjendastefnu. Ég meina sko þarna danskir sósíaldemókratar eru náttúrulega sko þarna með gríðarlega harða innflytjendastefnu. En þeir voru það ekki bara fyrir 5 ára? Nei, tóku bara upp stefnu danska þjóðarflokksins sem töluðum sem öfgamenn og muni eftir þegar hún kom inn Pía hérna alþingishátíðina og sömu þingmenn vildi ekki koma nálægt henni. Ég meina forsætisráðherra Dana með nákvæmlega sömu stefnu og hún sko. Af því að við leifum vinstrinu að skilgreina hvað eru öfgar og svo passar hægrið sig kollektíf að fara ekki í það, þannig að í rauninni stýrir kollektífa vinstrið og fjölmiðlar kollektífa vinstriðsins því hversu langt hægrið fer svo lengi sem að hægrið trúir því. Ég held að þetta sé nú sko, fyrir að vera, ég nú bara kannast ekki alveg við það að maður ekki tekið þessi slægi og ég var ekki að fá alla drull niður mér á Facebook að ég gerði ekki og ég mun halda áfram að drull niður mér að því að ég er að gera og ég er búin að gera það sem ég var í stjórnmálum og við vorum einu sem töluðu fyrir skynsemi innflytjendamálum þegar allir köllu okkur, útrópuðu okkur, köllu okkur rasista og allt það var engin annar og hérna þannig að ég bara en stjórnmálamaður ef þú ætlar að fara í þetta, ég ætla bara að segja hvernig þetta er. Ef þú ætlar að taka þennan slag, eins og bara sem ég geri, þá veistu bara hvað færð og vandinn sá að þú færð mikið af fólki, eins og bara til núna ég spjöumræðina, að þú veist þarna þegar ég bara, það var löngu búið að hengja mig hæstagálka ef ég myndi ekki halda mig við staðrendir, ég bara benda á staðrendir og allir aðrir eins og ég sem að gera þetta, við fáum alveg botnlausa drull yfir okkur og maður að tala um fólk, vilt þú ekki koma og þarna, beita þér í þessu bara málsmyndandi fólk sem er margt fram að færa og það segir bara, ég nenni ekki að fara í þetta sko. Þú veist og auðvitað er það þannig að vinstrimennir eiga langstærsta hluta fjölmiðlana, það liggur alveg fyrir og þeir hafa líka, þeim finnst miklu auðveldara að ef þú ætlar að alhæfa, það er ekki alveg 100% alls ekki en þeir hafa sko, hika ekkert við að ata fólki þarna bara, þú veist, og saur þarna í opinberri umræðu, þeir bara hika ekkert við það og þarna, og nákvæmlega eins og núna með ESB-málið, því ég var alltaf nú að nota, ég svo tæði frá eigin reynslu að þessi myndbönd annars slíkt, þar sem ég alltaf bara miðla minni reynslu og ég fact-checka alla hluti og kem með þá, að mér finnst fullkomlega eðlilegt að fólk segi bara spyrjist út í þetta eða segist bara vera ósammála mér og allt í lagi. Þetta 90% af kommentunum frá neyjurunum 91%, nei jáurunum það er bara að vera drullið hann sko. Og ég held að þetta sé í rauninni svona sko partur af því, þegar maður tala um stjórnmálu hvað er sko, að því að það er margt frábært með samfélagsmiðlunum margt frábært, en það sem er slæmt er þetta og mér finnst ekki gott yfir að drullið við Pavel, ég er ósamálunum og mér finnst hann ekki verið rétt með, en þá ekki að kalla hann öllum ítlum nöfnum. Mér finnst það bara... Nei, þetta var bara komið út í eitthvað rugl útlendinga hattur og ég held að sé engin innan nei-hópsinn sem að, svona hinn almennin, svona sem að vill ekki fara í Evrópusambandið sem að tekur undir það, sko. Já, ég er að segja, skilu, ef við ætlum að þroska okkur áfram sem þjóðfélag og umræðu, þá þurfum við einhvern veginn að losa okkur við þennan kultúr. Algjörlega sammála. Því að það er bara, að ég bara segjum bara og maður sér þetta allir með sér svo í Bandaríkjunum, að þarna og allstaðar rauninni, að það er bara, og maður veit að það er bara fullt af fólki sem ætti kannski að fara í stjórnmál, maður myndi vilja sjá í stjórnmálum. Já. Það er bara ekki til í að fara, makinn segir bara nei takk, bara ekki sér. Og ef við erum með þannig fyrirkomulag að við tökum út bara mjög mikið af góðu fólki sem að, og að því að þú nefnir útlendingamálin, að það að menn sem að, og konur, sem sögðu bara, sko, töluðum bara þó var ekkert annað, skoðum hvað er að gerast Norðurlöndunum. Alveg teknilega lífi, sko.
En ég held, og ég trúi því, og minn besti maður Sören Kierkegaard, hann talar að það ekkert betra í þessu lífi og bara þú finnur sjálfa þig með því að fara og þjást fyrir það sem að þú raunverulega trúir á. Ef þú fer og segir sannleikann eftir þinni persónulegu sannfæringu og fer bara og þjáist fyrir það, þarna kynnustu sjálfu þig, þarna kemstu að því hver þú raunverulega ert. Mér finnst bara að skilabóðin þetta vera bara fáum bara fleiri hægri menn til þess að fara og segja hlutina eins og þeir eru algjörlega óháð því hvað þessir ömulegu fucking blaðamenn á heimildinni að segja, bara skiptir engu máli. Nú ætlum við bara að segja hvernig hlutinni við ætlum bara að tala hreina íslensku útlendingamálin, hvað að gera, í hvað átt við erum að stefna, það að sé lýðfræðilegt hryðjuverk í gangi á íslensku þjóðinni og ég held að það mun allt breytast þegar að þessi stemming þetta hefur verið að breytast í þessu átt sem að Sverrir að tala Já, ég meina, ég er búin að taka það slag sem ég var í menntaskóla. Ég er ekki að tala um því, ég er að tala um bara hægrið kollektív, það vantar fleiri menn. Já, en ég held samt sem ári, ég meina, og þarna núna sko, og það er gott, ég meina, í 2 málaflokkum hefur ríkisstjórnarflokkarnir alveg breytt við stefnu. Það annars vegar í innflytjendamálum, því að þau voru, ef við tækjum bara ræðuna þeirra á framgöngu í stjórnaraðstöðu, þau voru bara algjörlega á móti öllu og svo í orkumálum og þetta er bara gott. Ég meina, þau greiddi engin atkvæði þegar ég fór með ramman í fyrsta skipti í 9 ár sko, fyrsta málum mitt, það var enginn sem greiddi atkvæði með honum og bara þannig að nú þetta orkumálráðherra sem betur verið haldið áfram með öll málin sem ég var með og ég bara mjög ánægð með það og ég skildi eftir á borðinu hjá hann og hann var ekki ánægður en það nýst honum vel og bara þjóðinni að þarna hann var á sem sagt þarna landvendalínni og þeir spila myndband bara hvað skeiði því að hann var í þarna atkvæðaskýringu þar sem hann var bara að tala á sömu nótum og þeir. Þetta er bara gott, þannig að við skulum líka bara líta á það að það er að koma meiri skynsemi í þetta og í báðir málum. Við byrjuðum á kosningalóðum og svikum í upphæfi þáttarins. Manstu hvað hún ætlaði að auka landsframleiðslu Íslands mikið? Hún, Kristrún Frostadóttir í viðtali og Stefáni Einari á sínum tíma, var ekki 25%. Hvað framleiðum við mikla orku? Er ekki 20 gigavött eitthvað svoleiðis? Já. Og þannig að þau ætlaðu að bæta við 25, þá voru það 5 og til þess hvað? Þarftu 7 Kárahnjúkavirkjanir eða eitthvað svoleiðis. Hún ætlaði að gera þetta 8 árum, mér minni það sko. Ég held ég að reikna þetta upp úr þessa sístema, en það er gjössanlega óraunat markmið sko. Já, en hún svo með þegar ég skildi eftir nokkra því að við höfum aldrei unnið að prata í þessum svoköldu römmum sem unnið tæki til þess að leyfa þetta sko. Og þau bara hafa verið að koma fram og við höfum verið að samþykkja á þeir náttúrulega með bestu stjórnaraðstöðu í heimi því að við erum bara go þannig að ég er bara ánægð með það en auðvitað en sko Nú erum við að tala um orkumálin, þá verði ég eiginlega að koma inn á sko þessa kolefnisstefnu og loftslagsmálin og mér langar að spyrja þig að því að þú náttúrulega tókst upp eitthvað af þessu regluverki þegar þú varst í stjórn og það er ýmislegt sem er búið að breytast þar svona menn að hverfa svolítið frá þessari heimsendaspá sem að var, þú veist, það eru svona komnar aðeins aðrar svona sín á það að þetta sé ekki að hræðilegt og allir heldur sko. Er eitthvað sem myndi gera öðruvísi? Þú veist, finnst þér þetta ECTS og allt þetta, þú veist, myndur þú breyta einhverju að það? Ég var náttúrulega ekkert með það. Þú varst ekki með það? Nei. Það sem að þarna og það er þarna og ég bara... En hvaða sýn hefur á það? Eigum við að ganga þessu? Er þetta ekki að fara að drepa allt hjá okkur eins og það hefur verið að drepa innan Evrópu? Jú, sko, þetta var náttúrulega sko uppalega sett á staði tíð Jóhannu stjórnar, en þá vildi atvinnulífið gefa þetta og seldu fór sömu reglur í Evrópu. En svo erum við bara með ákveðna sérstöðu og við þurfum að halda því á lofti. Það var aldrei á mínu borði hvorki sem utanríkisráðherra eða sem umhverfisráðherra, þannig bara hagaði málið til og þá voru menn ekki mikið að ræða þetta. Varðandi orkumálin hins vegar. Þetta snýst nefnilega ekki orkumál. Sko vinstrið, sko þarna hægri menn voru alltaf, Sjálfstæðisflokkurinn var náttúruverndaflokkurinn, kommunum var alveg skítsama. Við stofnuðum fyrst að þjóðgarðinn, hér var sko borgarstjórnarkosningunum Birgir Íslegu kom með grænu byltingar, þess vegna með þessi grænu svæðu og allt og Davíð Oddsson hélt áfram með það. Svo tóku þau þetta svolítið yfir. En það snýst ekkert náttúruvernd hjá þeim eða þarna umhverfismál. Þetta snýst sósíalisma hjá langflestum. Þannig til dæmis eins og fyrir okkur loftslagsmál. Sko þú getur sagt við erum náttúrulega sko fremst í heimi þegar ekki maður nýta hitaveitu og grænu orku. Þannig að þetta er bara það sem við erum bara alltaf búin að segja. Við erum rauninni, það var stefnumál í borgarstjórnarkosningu 1930 eitthvað. Sjálfstæðisflokkurinn var kjósum hitaveituna
að því að komandi vildu halda sig við kol og gas. Þetta byrjar náttúrulega þannig að kommunista vilja mikla iðnvæðingu og óbáslega mikið að kólavörum og svoleiðis og svo fer þetta snúast við smá saman. Nei, þeir vildu ekki hitaveituna og við höfum alltaf verið í, þú getur bara, ef að loftslagsmálum umræðan þar, þá höfðu þeir bara, sjálf þá geta sagt, bara kjósi loftslagsmálið, skilur við, að því hitaveitan þannig mál. Og það sem við höfum alltaf berist fyrir íslensk orka og græn orka og vinstrimennir hafa alltaf verið svona dragbítar á það. Og maður hélt þegar ég kom að þessu, ég hugsaði bara að því að það var ekkert að gerast, við höfum ekkert búin að gera í rafveitumálunum í 15 ár, ekkert í hitaveitumálunum í 20 ár. Og ég hugsaði, ég fekk náttúrulega hópmanna sem var trúhóp sem var kom með, þarna Vilhjálmur Egirsson og Ari Trausti og hún Sigríður Móðursen kom mjög skýrslu að segja, ef við ætlum að ná þessu loftslagsmarkmiðum, þá þurfum við að fara að virkja, það basically niðurstaðan. Og bara komanir, vinstri sinna fólki var algjörlega brjálað út af þessu. Þá var það ekkert lengur að hugsa að taka út olíuna og setja inn grænorku. Það var bara að móta þessu, þegar þau vilja, og þannig að meiri sér þessi menn, loftslagsmenn út í heimi, hafa sagt, það bara má alls ekki gerast að það komist ódýr græn orka, það er að versta, því það er ekkert að hugsa umhverfismálin, þau er að hugsa það að einhvern veginn taka niður kapitalismann. Og en ég hugsaði, heyrðu, þetta er frábært. Það eru margir sem eru bara, allt þetta loftslagstal fyrir rosalega töðnar á þeim og svo eru aðrir sem bara er rosalega mikið fyrir loftslagsmálin, en þeir sem er á móti loftslagsmálum, þeir eru fyrir græn orku og eina leiðin í loftslagsmálum fyrir okkur er græn orka, þannig að menn hljóta að geta sameinast við þetta. Það var nú ekki. Og en fyrir okkur Íslendinga að þá snýst þetta bursi, þá er þetta líka þjóðaröryggismál að fara í orkuskipti. Við erum búin að vera að fara í orkuskipti núna í 100 ár og það var ótrúlega góð ákvörðun. Og þetta er einn besta efnaðslega ákvörðun, ef ekki besta, sem gert að fara í græna orkuöflun. Og þegar að við erum því fleiri sem fara á rafbíl, þá er það gott að því leitum til, ef við tala öryggi þjóðarinnar, þannig að látum vera, loftslagsmálun og allt það. En ef að eitthvað kemur fyrir, eins og við séð, og það er aðdrættir til landsins eru erfiðir, nú þá erum við bara, það er ekkert vest fyrir okkur, við sjáum okkar eigin orku. Og þannig að ég bara er mjög ánægður með það að hafa snúið við þessari og alveg tekið út þessa stöðnun sem var í þessari málaflokki og var nú ekki nota mikið þessa orðræðu en það er hún í rauninni ekki þessi máli skiptir, hún er í rauninni það að þeir sem að segjast vera að tala fyrir loftslagsmálum er að tala fyrir allt öðru, því ef þú ætlar að hugsa bara það að minnka losun þá til dæmis setur bara markmið að til dæmis að taka út af því að það geta allir nýtt til dæmis heita vatni, það er bara misjaflega djúpt að bora á það, þetta er hvar út í heiminum, en þá færur þau úr kolonum og yfir í gasið, því það bara því miklu minni þarna og CO2 emission og sömulegis að þá ertu náttúrulega með oljuna þar sem að menn gera þetta best, sem er til dæmis hérna á norðurlægum slóðum og í Evrópu. Og, en þetta er svo mikið trúabröð, það er aldrei hægt að ræða þetta út frá svona praktísku leiðum við ákveðið fólk. Að því að þú ert komin á olíunni, þá var nefnilega áhorfendarspurning sem langar að henda hérna inn frá honum Magnúsi Karli Ásmundsinni sem að beður að heilsa þér, sonars Ásmundars Friðrikssonar. Já, kongurinn, það er alvöru maður. Já, þeir feðgar eru báðir frábærir. Já, þeir eru það. Og sem fyrir orkumálaráðherra á ríkisstjórn Íslands ekki að leggja fullan þunga í að greiða götu fyrir fjárfesta og finna og framleiða olíu og drekasvæðinu, af því að þú var svona eiginlega að tala olíu og hvað við getum gert það. Þú ert sammála því. Já. Og svo heldur það áfram, ef ríkisstjórnin springur, þá eru verkefninu augljós hjá nýju meirihluta að ná tökum á hallarekstri og verðbólgu, en hvaða sérstökum mála verkefni sem Gulli komst ekki í fyrir ríkisstjórn myndi að vilja ráðast í nú? Má ég bæta einu við þessu spurningu? Og myndir fara í fjöldabrottvísanir? Það kemur beint á eftir, já. Já, ok. Það liggur alveg fyrir, þarna, í mínum hug er þetta bara mjög einfalt, þarna þegar kemur útlendingamálum. Lærum bara því hvað Norrlandi hafa gert og framkvæmum það. Myndir þú fara í taka upp stefnuna sem að menn eru að fara í erlendis? Já. Þetta er ekkert flókið. Nei. Þetta er ekkert flókið. Þetta er bara svíjarnir eru að segja að þú fer aftur, til land sem þú ert með verndar frá og ef við gert það síðustu eitthvað árin þá þarf ekki vernd frá því. Þetta er ekki, ég hefur aldrei verið beint á mínu borði. Það er ekki það að mjög nákvæmlega hvað, ég meina það bara segir sér sjálft að þetta virkar ekki. Frekarinn hjá okkur og ekki á Norðurlöndunum, það er gott fyrir, það eru þau lönd sem geta borgum með Norðurlöndin.
þau eru mörg í verri, sem eru á verri staðin við skulum ekki komast þangað og við skulum koma okkur út úr þessu þar sem við mögulega getum. Og ég stið það allavega að taka upp það löggjöf sem myndur fara í fjöldabrottvísanir til þess að ég veit ekki hvort að það sé besta leiðin, skilur. Er ykkur önnur leið? Ég veit það ekki. Eftir svolítið hvað við eigum við með fjöldabrottvísanir. Bara fjöldi manns. Já, en ég meina, þú veist, það þyrfti alltaf að vera einhverja lagalega forsendur og ég myndi segja að þú myndi byrja á því einhverju brotið af sér, þá vil það fara. Svo þarf að setja einhverja skilmála, þú veist, ok, hefur aðlagast, hefur ekki aðlagast, þú veist, hversu langa tíma hefur og svo framvegis. Þannig að mínum huga er þetta einhvern veginn svona. Þarna bara svona einfalt, að ekki það með mig, jú, þið mér náttúrulega gera það sem viljið. En punkturinn er minn þessi. Þetta er bara já eða nei. Já, nei, ég meina, já, ok, en sko, þú kemur til lands. Já. Ef þú ert ekki tilbúin að fara til reglulandsins, takk og bless. Það eru margir svoleiðis á Íslandi. Já, þá á bara myndir fara í fjöldabrottvísanir á þeim hópi? Ég veit ekki hvort það er fjölda eða einstaklinga eða hvað nú kalla það, en ég meina það er einstaklinga sem heyr undir þessa skilgreiningu, þú veitur að sjá að fara. Absolutt, fjöldabrottvísanir, yes sir. Nei, ég meina hvort að, sko ég er bara að heyra bara úr þarna mínu umhverfi og bara það er að heyra sögur, ég ætla ekki að segja på hvern dag, mjög reglulega, að bara hlutum þar sem að bara á íslensku pentora að fólk er ekki að viljandi ætla sér ekki aðlast er með þarna hegðun sem er algjörlega óásættanleg sem að, og ég er að heyra bara börnum og ungmönnum sem að verða fyrir hræðilegum hlutum. Já. Og þarna sko, og þetta er búið að viðgangstöður það lengi að það er engar afsakan í þessu, skilur auðvitað er þannig að við Íslendingar þó við séum bara búin að vera hérna og bara getum rakið ættir okkar til skallakir það er bara misjaf sauður mörgu fjö. Já. En ef við flytjum til Sádi-Arabíu þá getum við ekki sagt, við ætlum að snúa þessu öllu hérna við, skilur við. Eða ekki einu sem við flytjum til Bandaríkjunum og sagt bara, smámál, þetta er bara, við viljum bara, og það er nákvæmlega sama hér og þú getur ekki verið með lögregluna eða félagsmála yfirvöld eða alla skólana og öðrum endanum út af einstaklingum sem vilja ekki aðlagast. Punktur. Hvað það heitir, ég veit það ekki, það sem ég veit hins vegar, ef þú aðlagast ekki í reglunni hérna, þá átt að fara. Ef það heiti fjöldabrottvís, þá bara er það þannig. Mér finnst bara svo skrítið að hægrið kollektíft sé svo hrætt við að segja þetta orð fjöldabrotvísanir, af því að það er eitthvað svona stigma í kringum það í fjölmiðlunum hérna sem ég veit bara ekki hvort það er það verður gripið á loft. Ég veit bara ekki hvort það sé fjöldabrottvís en hvað, það sem ég veit er það. Þú ert að tala að þú vitir af því að það fjöldi fólks hérna sem er erlent frá þessum menaflöndum sem er ekki að hlýða, sem er ekki aðlagast, sem er ekki að gera það sem er ætlast af þeim. Ég veit ekki hvort eru af hverju ekki bara segja já, við viljum fjöldabrottvís 100, 200 eða 1000, ég veit það. Þetta er augljóslega mikill fjöldi. Mér finnst þetta að vera alveg persónulega frekar skýrt. Ég skal bara segja þannig að þarna ég reyna að hafa reglu þegar ég kem hérna eða annars slíkt að segja allt það sem að ég fullir ekki eitthvað sem ég hef ekki þekking á. Ég bara gera það. Ég held að ég tala jafn skýrt eins og getur orðið. Ef þú ferð ekki eftir reglunum og ætlar auðvitað að gera, þá áttu ekki heima hér. Mér finnst þetta gagnlegt svar. Ég er sáttur við þetta svar persónulega. Mér langar að fara þá í hérna, koma ekki að sína það. Það er alltaf dregin upp svo mynd að almenningu sé á móti þessu, en það er bara ekki það sem að skoðanakannanir sína, sem hafa verið framkvæmdar bæði af samtökum og einstaklingum og svo framleiðis. Ég man að Ísland þvert og flokkar lét gera skoðanakönnun á þessu sínum tíma og þá kom algjörlega í ljós að það var bara rússnesku meirihluti fyrir því að taka harðar á þessu málflokki. Þannig að það er algjörlega augljóst, en ég held að menn þurfi ekkert að vera hrættir við að segja þessa hluti og það hefur verið að gera þetta alls staðar í kringum okkur og fínt að fara þá bara einmitt að norrænu fordæmi. Ég held samt sem að þú veist að því að þú voru að setja hlutina í samengi og það er auðvitað betra ef að því að þú ekki sátt að það sé allavega skilningur og það sem ég bara segja er þetta og ég alltaf sagt, er bara mjög einfalt að þú verður að gera þá kröfu til fólk sem flytur til þíns lands að þeir fara eftir reglunum hér. Já, bara algjörlega augljóst. Já, og þó ég held að ef við nálgumist þetta út frá því þá séu að því að við höfum ekki mér finnst ekki vera markmið að koma á fara að rífast eitthvað þegar allir eru sammála en það er bara allir að miskilja hvern annan. Já. Ef við ná saman það prinsip þeir sem koma eitthvað, sama hvað þeir koma þeir verða að hlýta reglum sem að hér eru og þeir verða að byrja virðingu fyrir því að hér erum við og erum búin að þróa okkar samfélag, erum ánað með það og ætlum ekki og við þarna að breyta því þó einhver komi á vettvang
og ég held að það sé líka óheppilegt að fólk sé og stofnan og allt í góðri trú að menn einhvern veginn þó að sé einhverju fáir einstaklingar þá einhvern veginn að breyta öllu mataræði og hvað það er. En við erum bara að ræða þessi mál af því þetta er ekki að gerast. Já, en þetta ég held það er eina ástæðan fyrir því. En sko að því að það vill bara enginn tala um lausnina. Nei, það var rauninni sko að því að tala þarna sko að því að auðvitað er það þannig og það er líka okkar hagur, við viljum líka fara til annar landa og þetta er mjög margt gott sem við komum með útlendingu bara, við skulum ekkert vera neitt að snúa því við, ég veit ekki hvort að þið séu matgæðingar, ég er það sko og það er ótrúlega mikið á góðum veitingastöðum á Íslandi. Ég myndi ekki fórna því að breyta Íslandi úr þjóðríki yfir í eitthvað svona multikulti samfélag fyrir eitthvað betri samlokur sko. Mér finnst þetta ekki ná langt sko. Ég er frá þreyttur að heyri þessi rök, ég hef heyrt þetta milljón sinnum sko. Nei, við getum fengið sama fokkin skýta kebabinn allstaðar sko, úr því Amsterdam eða Berlín eða eitthvað, skilur Ég var nokkið um kebab. Nei, þú veist, whatever, skilur Ég vildi gjarnan fá góða Japani hérna til að vera góða japanska veitingar. Þeir eru ekki að koma, það var verið að flytja inn, það var ekki verið að flytja inn Ég held að ábyrg Þetta snýst náttúrulega líka sko, þú veist Ég held að ábyrg útlendingastefna þurfi ekki að koma niður á matamenningu. Ég held að það þurfi bara einmitt að vera með þessa sterka kríteríu sko. Alla gallana, já, þá er allt í kostina líka sko. Fáum uppskriftirnar hjá þeim. Það er ekki bara það, þetta er þannig að ég meina, sko, þetta höfum við gegnum tíðina og gegnum árhundruð, við höfum lært margt af útlendingum. Við höfum ekki alveg að fara alveg í hináttina því að og þegar kemur að nýsköpun, vísindum og tækni og öðru slíku að þá er alltaf að reyna að taka það besta og nýta það og það gerir það engin nema að vera Bandaríkin til dæmis hafa haft styrkjum síðan, þeir hafa verið með langt bestu háskólana í heimi og þeir þarna eru náttúrulega sko út af því að þeir eru búin að gera sér mistök í innflytjendamálum að þeir vilja flestir halda í það að þú fáið the best and the brightest í háskólana til þess að þeir sé áfram með samkynnsforskóla. En bara byggðum upp að evrópskum mönnum, skilur, þetta var ekki meðnátt þessi byggðu upp þessi háskóla í Bandaríkjunum. Ég meina Asía á nú örugglega eitthvað í þessu líka sko. Já, líka Asía. Næsta spurning og þetta er mikill jámaður Þórður Magg. Ég með eina spurningu til að segja hann. Hefur einhver þjóð tapað yfirráðum yfir auðlindu sínum við inngöngu í ESB, þá hvaða þjóð og hvaða auðlind? Mér finnst þetta svona ég held að það hef enginn sagt nákvæmlega það að myndi tapa auðlindu sínum. Ég held að ekki sagði en svona sko, þú tapa auðlindum. Sko, jú, ég meina að Breta fór út. Já. Skoðum sjávarútveg hjá þeim. Á hverju er Evrópsandið að veiða í breskri lögsögu? Já, segð þú mér, á hverju eru þeir að veiða? Þeir eru farin út, sko. Já. Þeir voru, þetta stærsta yðmeldi sem vildi líka, þó að sjávarútveg skipti litlu máli frá, þá vildu taka aftur og fá aftur stjórn. Evrópsandið sagði, já, ætli þið hafa einhvern aðgang að evrópska markanum? Já. Og þeir eru með sko verri aðgang Bretar heldur nýsjálendingar. Nei, notu það sem hreðjatak til þess að nákvæmlega. Alveg eins og þið fengu alveg eins og þið fengu lausnagjaldi greitt hérna. Manstu hvað uppáða var? Svakalega uppáða sem þið fengu greita. Nákvæmlega. Og punkturinn er bara þessi að hugsa bara við að því að ég fullyri það sem er að segja, hvort sem að það með efurunni og lægra húsnæðisverð og lægri pítsur og lægra safran og hvað þetta er allt saman, skilur við. Þú veist, menn verða náttúrulega bara, já, ég vona að komið sér bara til Brussel því að þeir munu bara, sko, ekki geta gengið hérna, sko, í borginni eða á landinu því að menn við allir byrju, hvað er þetta sem hún lofaðir? Menn við aldrei geta staðið við það. Þarna, sko, það liggur fyrir að ef þú ferð í sameiginlega stefnu, þá er hún sameiginleg, þess vegna heitir hún sameiginleg stefna. Akkurat. Og við fengum undan þá til dæmis þegar fórum í ES, einu undan þá sem við fengum var það að það var hömlur á fjárfestingum erlendaaðila í sjávarútvegi. Af hverju? Vegna þess að í árhundruð voru það útlendingar sem veiddu alveg upp að ströndinni hjá okkur. Og við vorum í mörg, ekki bara í 50 ár, við vorum þannig í 200, við vorum í mörg 100 ár að reyna að móka útlendingunum, þetta er okkar sko. Og þetta meikar bara þorskastríðin og allt þetta sem að menn börðust fyrir bara ótrúlega lengi sem að Bandaríkin bæði og studd okkur í og sko punkturinn er þessi, það er þetta ef við hugsum ekki út frá okkar hagsmunum það er ekkit viti að vera með íslensk sjávarútvegsfyrirtæki það er Evrópa og Bandaríkin en aðalega stærstu hlutin Evrópa sem að kaupir fiskin okkar, við erum ekki að borða þessi 1.000.000 tonn, nú þetta bara sigluðu frá Evrópu, veiðum og förum með þetta í fiskvinnslu í Evrópu þar sem er miklu lægri laun
og vinnum þetta þar og við munum hafa verið, sko, varninar okkar verða svo litlar þegar að stjórnunin farin annað dæmi, hrunið muni eftir Icesave. Já. Það var ekki bara Bretarnir eða Gordon Brown, svo auðmi hundur, þarna fyrir ekki orðbræði, hann bara maðurinn Þú er fullkomlega afsakaður hérna. Já, hann fullkomlega hann allar Það er óvinnu þáttarins. Já, og sko, það var ekki bara hann réðist á okkur, Evrópusambandi líka. Já. Og við gátum unnið þetta af því að við vorum fyrir utan Evrópusambandi. Af því að ESB-réttin þannig að ef við erum eitthvað sem á kant eða ekki á samræðum við ESB-réttin, þá sé ESB-dómstólinn bara, heyrðu, fyrir ekki ESB-réttinu svona, og í þessu tilfelli þá að vera ríkisábyrgð á einu stað. Og við hefum ekkert case, við áttum ekkert break. Þannig að sko, við förum úr því að eiga íbúðin okkar einn, eða bara lítið hús einhverstar, lítið hús. Og við förum í stigaganginn, þar sem að við setjum bara í sameigna miklu mikilværi hlutir heldur en aðra þjóðir Evrópu. Já, þetta bara vægi okkar innan bandalagsins sem mjög takmarkað. Nei, en líka sjávarútvegurinn, ég meina auðvitað vont fyrir Írana, þeir eru miklu fleiri en við. Þú veist, þeir eru núna, það var broti á þeim. Þeir áttu, að því að þeir voru með samning sem var þannig að þeir áttu að skerðafla og þá áttu þeir að halda sínu þarna. En nú bara nei. Þannig að í lögsunni þeirra þá bara fengu allir sömu skerðingu. Í lögsögunni þeirra. Þannig að þessar samningunum sem að þeir gerðu, það var ekkit staðið við hann. Nei. Það, mér langar að því að við erum að fara að renna út á tíma hérna, að steytist í leikinu og svo, að ég langar að fara aðeins yfir, þú veist, Bandaríkin. Við komum svo rétt aðeins inn á áðan. Marco Rubio sendi flotta kveðju til Íslendinga 17. júní, þjóðhátíðardag Íslendinga. Ég þótti vænt hana. Já, mér þótti mjög vænt hana og en manni finnst þessi kveðja að vera aðeins meira en kveðja. Þetta eru skilaboð. Manstu eftir þessari kveðju? Hann var að tala, hann þuldi upp að við ættum mikla samleið og þeir hafa alltaf verið bakhjarlar Íslands og svo framvegis. Það er ekkit leyndamál að þeir voru fyrstir til þess að viðurkenna sjálfstæði Íslendinga. Þeir hersáttu Ísland þegar að við lýstum yfir sjálfstæðinu. Þeir bökkuðu okkur upp í þorskastríðinu við Breta og fleiri og við fengum mestu hjálp frá Bandaríkjunum til þess að gera Marshall-aðstoðina per capita af öllum löndum í Evrópu. Bara svona svo við förum yfir svona nokkur bara þannig að svo einhvern veginn núverandi stjórn svolítið að mála það upp sem einhverja hálfgerða óvinni og við þurfum að hræðast þetta fólk samt að þessi menn varið landið og við höfum verið einhvern veginn þeir hafa verið mjög góðu við okkur og ég held að sé einhver og við sem verið að fabuleru það að myndir ráðast inn í Grænlandi, ég meina Bandaríkjunum með svona 20 herstöðar á Grænlandi, þeir raunverulega bara að sitja bara, þú veist, það er hersett á Grænlandinu þegar, sko, þú veist, það eru kannski 2 danskir hermenn og sleðum þarna, þú veist, manni finnst það skrítið, þú talaði líka hún er búin að eyða miklu tíma í Brussel og Þorgerður Katrín og greinilega búin að vera að læna þessu upp síðasta árið og sama tíma eru engir almennilegi fundir við Bandaríkin. Það er ekki fund. Nei, og á tíma sem að sko það sem að Ísland er alveg gríðarlega mikilvægri hernaðarlegri stöðu og við getum nýtt þetta okkur til tekna, við getum hallað okkur meira til Bandaríkjana, ég held að þeir séu tilbúinir til þess. Við ætlum að minnst ekki útiloka á. Hvað hefur þetta að segja svona geopolítist? Nei, ég menn þetta er ekkert flókið. Alla þjóðir vilja vera í góðu samstarfi við Bandaríkin. En við erum í allt annarri stöðu, við erum í miðju norður Atlantshafinu. Og það þýðir það eru sameiginlegir hagsmunir Íslendinga og Bandaríkjana. Og það að sinna ekki hagsmunum við Bandaríkin, það er bara mjög alvarlegt mál. Og það er með ólíkindum þegar allir í sér ráðherrar að vera að hitta ráðherra í bandarískri ríkisstjórninni að þá fá, ég meina, Þorgerður fór og hún fekk viðtal við einhvern húsverð, sko. En eru þeir ekki bara... Já, ég meina, þú veist, þeir eru bara að senda skilaboð, þú talaðir illum okkur, við ætlum að gefa skít í þig. En ég meina, svo líka þetta er svo mikið barnaskapur. Sko, þannig að nú ég er mjög ósáttur við það hvernig, svo ekki dýpirhóndi, hvernig Trump hefur verið að tala varandi Grænland og slíkt. En Trump verður bara, það verður kosið nýr forseti eftir þetta kjörtímabil, sko. En það sem að hins vegar, ef það er þannig sem að ég bara hef mjög veiklega hefa sundur að geti gerst. En ef það er þannig að hann hefur bara alveg farið gal og einhvern veginn geta það sem að það því að hann geti erið, en þú veist, ráðist inn í Grænland, að því að mann tala um að það er svo gott fyrir Dani að vera í Evrópusambandi getur gert neitt í því.
Ekki neitt. Nei, þetta bara allt einhvern, þú veist, og reyna að búa til eitthvað narrativ, reyna að búa til það að Bandaríki séu svo hræðilega að við þurfum einhvern veginn að fara inn í Evrópusambandi. Þetta bara óábyrgt og við erum ekki að gæta hagsmuna okkar með því að gera þetta með þessum hætti. Og ef þú talar Evrópusambandi, tölum Evrópusambandi, býtu hverjir eru hérna sem eru að rokka feitt í evrópsku stjórnmálum? Hverjir í Frakklandi? Össur Skarphéðinsson kallaði pappa Marine Le Pen fasista í bara viðtalum daginn. Ég tek ekki undir, ég veit ekki það, en það er alla líkur að annarkvort hún eða einhverju hennar flokki verði næsti forseti Frakklands. Sama með, það er búið að kalla með öllum nöfnum AfD í Þýskalandi. Þeir eru langstæstir núna í skoðanakönnum. Okkar menn. Þannig ef að menn finnst Trump alveg hræðilegur, nú þá er alla líkur á því að þeir menn fá einhvers konar Trumpara í forustu í Evrópusambandinu næst. Hvað ætla menn að gera þá? Fara út? Ætla menn að fara út á 4 ára fresti eftir hver er í þarna við stjórnvölin í Evrópu eða í Bandaríkjunum? Sko, ástæðan fyrir að Bandaríkjamenn eru góði við okkur er það á sínum tíma og ég er mjög stoltur af því að ég synti minni okkar hagsmunagæslu mjög í þarna og það var mjög gott fyrir okkur Íslinga. En hér áður fyrir var það þannig að við gerðum það alltaf. Það var alveg númer 1 að menn gerðu það. En þessi ríkisstjórn gerir það ekki. En þeir hafa líka sömulegu hagsmuni. Þú veist, það er engin með, allavega í okkar heimsluta með svona varnarsamningi svo við. Það er ekki bara því að líki svo vel við okkur, heldur líka er það þeirra hagsmunir. En það eru bestu, sko, þeir eru, og bara svo talandi með Evrópu og Bandaríkin. Það er ekkert mörg ár síðan að Evrópa, ég sá daginn að Evrópa var 90% af efnahagskerfi Bandaríkjanna, núna 70%. Og Bandaríkin eru stórkostlegu markaður. Það er gott að fá hérna bandaríska ferðamenn, þeir eru fremstir á flestum sviðum, þeir eru langt fram úr Evrópusambandinu þegar kemur samkeppnisefni. Gervigreind og ég menna til dæmis að því að tala og Bretar eru gert fullt af mistökum en þeir geti ekki verið númer 3 í heiminum í gervigreind ef það var innan Evrópusambandsins. En þeir gerðu samning við Bandaríkjunum gervigreinda. Þetta er við að rækta þetta. Þetta er það sem að Rubio sendir okkur í kveðinni. Hann nefnir gagnaver og hann nefnir hátækniðina og þetta. Það eru skilaboð fólkin í þessu. Hann er að benda á það. Það er ekki verið að sinna þessu. Nei. Á hverju setti ég viðskiptasamráðið á stað? Það er vegna þess að 2 ári settust íslensk stjórnvöld með bandarískum og fóru og leyst úr málu með að vera eitthvað vandræði varðandi viðskipti. Og þetta er náttúrulega bara sko, þarna heldur að vera áhugi fyrir því af Bandaríkjunum í dag ef við myndum vera jákvæðar í þeirra garð og það var ekki ný ríkisstjórn sem að hægri ríkisstjórn, segjum til dæmis Miðflokksins, Sjálfstæðismanna og Framsóknarflokksins sem að samkvæmt nýjustu skoðanakönnun Gallup, þar komum þið mjög vel út í 25%, gætu myndað meiri hluta með 33 þingmönnum að hérna væri það ekki eitthvað sem að ætti að skoða að gera jafnvel fríverslunarsamband í Bandaríkjum frekar? Það sem ég var að vinna, ég náði aldrei að hitta viðskiptaráð þegar hann út af COVID sko. Já. En bæði þarna varnarmálarándið og utanríkisrándið og pressu mjög á það. Það eru ekki miklu hagsmuni fyrir þá en við náttúrulega náðum árangri í viðskiptunum með viðskiptarsamráðinu og sömuleiðis bara þarna auknum samskiptum sem að þegar Pence kemur hérna, hittir íslenska sko viðskipta fórustuminn í viðskiptalífinu og bara Pompeo kemur þá hefði það gríðarlega jákvæð áhrif að bara Bandaríkjamenn fóru þá sterkar inn, það bara þannig virkar það inn í viðskipti við Íslending og fjárfestingu hér. Sko það skiptir engum máli fyrir þá hvaða þeim er nokk sama hvað flokkurinn heitir en auðvitað er það þannig að það eru allir að banka þetta dyrnar hjá þeim. Og ef að við gerum það ekki, nú þá gerir það enginn fyrir okkur. Það er ekki þannig að Pólverjar mæti til Bandaríkjunum og segja, heyrðu ekki gleyma Íslendingum, þetta er ekki þannig, að við erum ekki eða Norðmenn eða Svíar, ef við getum ekki okkar hagsmuna að gera það enginn. Og það er ótrúlega skamsýnt og rauninni barnaleg utanríkisstefna að við erum ekki að sinna þessu mikilvægum hagsmuna okkar. Já, þetta uppnefna kannski forsetan eins og Trump, alveg sama hvort að munum líkar vel illa við hann. Það skiptir ekki máli, maður er haldið að utanríkisráðherra á að verja hagsmuni Íslendinga. Við erum ekki, og það er ekki hægt á þannig, nú menn geta Íslendinga haft allar skoðanir á Trump, Biden, Obama, Bush og hvað er heita allir. Þetta snýst ekki það að vera vel við forsetana.
Þetta snýst hagsmuni fólksins í landinu. Akkurat. Ég man nú eftir ummælum Þórdísar Kolbrúnar Akkurat, ég var einmitt að hugsa til þess. Það var nú ekki fallegt. Já, og líka Twitter, já, Twitter, já. Mér þótti það ljótt. En þú veist að við verum að tala hana. Ég meina, núna hún búin að fá einhvern díl að vera sendiráðherra í London og hún kom með hlaðvarp þátt með D.I.B. Eggers. Manni finnst hún svolítið vera búin að yfirgefa bara Sjálfstæðisflokkin og komin á einhver aðra vegferð. Þú verður eitthvað um það að segja? Hún náttúrulega bara orðin ég held að hún tæki við núna í ágúst, sko. Hún bara sendir það bara allt annað mál, þá hún út úr stjórnmálum og þannig að en hún verður örugglega prýðilegu sendir ég veikar ágjörðu því, sko. Nei. En ég meina þessi athugasemd hjá henni, hún hefur nú ekki verið heldur góð fyrir samskipti í Ísland og var hún ekki utanríkisráðherra? Hún var utanríkisráðherra tíma og lét líka helvíti dugleg orð fallin Pútín, sko. Og lét loka rússneska sendiráðinu? Já, ég Er það mistök að þínu svona, finnst þér hún kannski hefði mást í aðeins varlega til jarðar? Já, þið náttúrulega bara, þið fáðu hana bara í þáttinn til þess að Já, bara sjalli. Mátti reyna þetta. En já, Sverrir, þú ert nú alveg lumar ekki á einhverju góðu hérna. Ég vil kannski að fara í spurningar, ertu með eitthvað frá hlustendum? Frá hlustendum, svona við erum með 10 mínútur og alla það. Sko. Það ger ekki til og með sem að gerist ekkert í byrjunni, sko. Nei. Holland kemst Þú er sveintilega sáttu við að fá 25%. Ég meina þetta svona besta framistæða Sjálfstæðisflokksins í svolítinn tíma. Jú, þetta lítur bara mjög glæsileg niðurstaða í sveitarstjórnarkosningunum og maður finnur að það er hugur og kraftur í Sjálfstæðismönnum og gott að finna stuðning almennings og það er bara besta mál. Maður sér að Flokkur fólksins hann dettur út með 4,7. Svipa gerist náttúrulega með Vinstri græna á sín tíma og svo Pírata. Hvað heldur á valdið þess að þessi flokkar bara dettir hreinlega út? Ég meina Flokkur fólksins náttúrulega bara ég nefndir svo sem ekki að fara yfir sko Íslandsmet í strángheðileg kosningasvik. Ég meina þeir talandi Evrópumálin, þeir settu 7 sinnum fram þingsáttillögu að draga aðildarumsóknina tilbaka. Það var ekki þjóðaratkvæðin svoleiðis. 7 sinnum, sko. Og bara núna allt í hennu bara, já, nei, við ætlum að fara í ESB vegferð. Að vísu gera það ekki, hann Sigurður Þórðarsson, hann er nú eini maður sem að talar eins fyrir og eftir kosningar, sko. Já, hann er flottur. Já. Það er spurning um EES-samningin og kvótaflóttamenn. Það er ekki þar inni, sko. Nei, ok. Það er þessi á landinu og ferði í ESB núna að þar ertu með samræming á því sviði og það er til dæmis menn hafa áhyggjur því út af því hvað Spánverjarnir að gera, það muni dreifast. Já, það er núna í reglunum ekki að það þarf bara að deilast og dreifa álæginu á alla og það mun auka álæginu. Já, menn takk ekki við að þá borga sektir og ekki 20.000 evrur á stikkið. Mér minni það, ég er náttúrulega ekki ábyrgjast það. En sko aðalatrið er þetta, í þessu málaflokki, eins og mörgum öðrum, núna ráðu við þessu sjálf, og annarkvort gerur við vel illa. En þegar þú ferðu ert bara með ef þú alveg gjörulega dvergurinn í þarna íbúafjöldalega og pólitískt í samfélagi ríkjabandalagi, þá verður bara mjög erfitt að koma málum í gegn. Það sagði mig maður sem veit mikið Evrópusambandið og svona geopólitík að við í rauninni ættum fleiri sæti við borðið ef við værum í EFTA og ES heldur nokkuð tíman innan ESB og bara réttarmál og annað ef að þú veist það var í brotið að við myndum telja væri brotið á okkur og það eru bara hreinlega aðri dómstólar sem fjall það. Getur þú sagt okkur eitthvað aðeins? Já, nei, sko grunninn er það bara þannig að við sko það er þó við séum í ES og það er sko síðast á Malta var það 13,5% af öllu regluverkinu sem við þurfum innlega í gegnum innrimarkaðin sem er ES. Þau eru alltaf að skrökva þessi 75-80%, þetta er 13,5%, kannski eitthvað aðeins meira en það kemur fram í skýrslugöngu til góð sem allir geta skoðað, sem utanríkisráðuneytið gefið út, en það er hækkað hlutfallið vegna þess að menn hafa verið að reyna að minnka reglubyrðina, sko, þú veist, þessa rosalegu framleiðslu. Okay. En við tökum hann ákveð til þess að séu sömu reglur þegar við erum að keppa á markaðan. Og það er ekki alla góða reglur, en skilur, þetta er bara brotaði. Við fáum aðgang á markaðanum á móti. En það fer ekkert í gegn nema Alþingi Íslendinga samþykja þetta. Akkurat. Þannig menn til dæmis segja sko ekki, eins og krafan með orkupakka 3, bara ekki samþykja. Vegna sem við ákvæðum hvort við gerðum það eða ekki.
og til dæmis innistæðutryggingarnar sem máli sem við unnum á, ég neita þessum utanríkisráðherra að taka það upp í EES-samningin. Ég sagði bara nei, ég mun aldrei gera það og það hefur ekki verið gert. Ef við færum inn þá verður við bara að taka upp, þá verður sjálfkrafa regluverk Evrópusambandsins. Og það er svo margt að ég tek dæmina því það er stórmál með náttúruverndina og þess að þetta er ekki bara fuglarnir, þetta er bara maður að setja eitthvað samhengi. Það er fullt af hlutum sem okkur við sjálfsagt að stýra núna, sem allt í einu er í Brussel og maður segir bara, já, þeir eru sætið við borðið, really? Þessi sami einstaklingur sagði með það að við þyrftum jafnvel að bjóða út reksturinn og virkjunum fljótlega. Ég sko málega það að eitt er núna, svo þróast þetta. Evrópusambandið er allt öðru sem fyrir 10 árum og 20 árum. Þannig að sko, það getur engin lofa því hvernig hlutinni verða. Leið út komin í sameiginlegu stefnunnar og þú ert alltaf að minnka neitunarvaldið og þurrka það út. Já. Þá eru bara tekna ákvarðanir, hvort að þessi ákvarðan eitthvað annað getur verið tekið að eftir 5 ár eða 10 ár og við höfum bara ekkert um það að segja. Hann vildi satt meina það að við myndum gangin í ESB að þá væri því bara þannig háttað að svona að rekstur gæti ekki endilega verið inn í sem sagt einhverjum ríkisfyrirtækjum, heldur þyrfti að bjóða hann út og það væri regluverkið og þar að leiðan þyrfti að bjóða út sem sagt rekstur og virkjunum, það var ekki endilega hægt að leyfa því að vera sem sagt landsvirkjun. Það var að segja það er ákveð Ég gefið vísbendingu sem maður hefur skrifað bókum þetta. Já, það er ákveð regluverk sem við þarna, sko, því við erum bara já, þeir eru alltaf að fara meira inn á allra handa svona svið. Já. Og sem að og þeir er svo Draghi svo allir sem skrifa, hann segir við erum að tapa þetta er alltaf farið til landskoti okkur og við erum að gera gríðarlega mikla breytinga til hann nefnir alltaf líka við þurfum að fara meiri völd í Brussel. Já, það er að þvælast fyrir okkur þessi þjóðríki eru alltaf eitthvað að það er verið að skemma þjóðríki líka. En upprunalega hugmyndin er líka að vera með bandaríki í Evrópu. Það er það sem það er ekki farið lengt með það er bara liggur alveg í hugum upp. Þegar ég var hérna sem ungu maður þá var ég unglega hreyfingu að SÚS formaði þá þá var sko normennir og finnarnir og svíjarnir og austuríkjum allir inn að fara inn. Allt þetta unga fólk var rosalega peppað, voru svo miklu ESB-sinnar. Enginn er ætla að vera í þjóðþingum. Á hverju? Þjóðþingin eru bara sveitastjórnir. Þeir ætla að vera Evrópuþingið því að þeir voru komin til bandaríki Evrópu og allt embættismannakerfið og öll elítan þarna stjórnum þau þarna vísu búið að breyta svolítið en búið að kjósa annað fólkin í Evrópuþingið en allt því sem framkvæmdastjórnin allt þetta þeir eru öll á því að bara bandaríki Evrópu það sé aðmálið og þetta er fólk sem er mjög erfitt að hafa stjórn á. Það er eitt sem er langar að benda á líka af því að það er stöðug umræða í íslensku samfélagi úr lausu lofti gripin vil að merkja bakslag í einhvers konar mannréttindamálum sem bæði vegi hærið lúffar alltaf fyrir. Það er aldrei talað sko hvaða mannréttindi að hvaða leiti, þetta snýst réttindi einhverja hópa til þess að verði ekki fyrir einhverju umræðu og svo framvegis en út frá þessu þá er verið að þrengja verulega að tjáningafrelsinu innan Evrópu, það er þetta Digital Act þarna Digital Service Act. Já, sem snýr bara að því að þrengja ólina verulega að þeim sem vilja tjá sig það sem er að gerast í þeirra samfélagi og Takk fyrir að nefna þetta og næstu búin að missa þessu. Það er endalaus umræða í íslensku samfélagi bakslag í mannréttindamálum. Þarna er raunveruleg mannréttindi sem að eiga undir höggja sækja í Evrópu. Endalaus umræða. Það er endalaus umræða í öllu fjölmiðlum. Sjálfstæðismönnum og líka er með Viðreisn og Framsókn að Viðreisn er alltaf að tala um þetta sko. Leggjalir mannréttindastofuna Já, það var ágætt. En Viðreisn, þú veist, menn er alltaf að tala um Viðreisn talaði á móti þessu. Þetta Pétur. Já, ég var að hlusta á hann. Mér finnst það að koma vel fyrir í Sprengisand en ég var ekki, mér finnst hann alveg verið út á túnið það sem hann sagði sko. En þá hann bara síðast núna daginn á MBL að tala um Pétur samfélkingamaður að það væri bakslag hjá feministum og hinsegin fólki, þú veist, það er aldrei sagt svona, já, hvað réttindi eru þetta, þú veist. Já, ekki neitt, en það er mjög hættulegt. Tjáningafrelsi er undir ágjöf í Evrópusambandinu, en mér finnst þetta ekki að Mér langar aðeins að bara, þú veist, að skerpa á þessu, en þess að J.D. Vance, Marco Rubio og fleiri komu á fund þegar að þeir tóku við völdum þarna, þetta kabinet kemur í Bandaríkjunum og það var á vegum annarkvæmst Evrópusambandsins eða NATO, það sem þeir eru að gagnrýna mikið, sem sagt, málfrelsi og ritskoðun.
og nú hefur þeimmis Elon Musk hann hefur fengið sekt sko X fyrir að fylgja ekki einhverju svona og hinnu og þeir eru farnir að virðast vera að stjórna einhvers konar ritskoðun og það er eftirminnilegt fyrir mér þegar Robert F. Kennedy Jr. sem var í forstaframbjóðandi í Bandaríkjunum og er núna, hvað er ekki, heilbrigðisára að hann talaði sko ritskoðun hefur aldrei verið framkvæmd að góðu gæðunum nokkuð tíman í sögunni og þetta, og þú veist að þeir hafa verið ógilda kosningar og þeir hafa verið að grípa svona inn í þeir voru að leggja vel yfir 100 milljónir inn í RÚV og maður svona 165 milljónir akkurát, og ég meina ég persónulega hef mestar áhyggjur af þessu í aðdraganda atkvæðagreiðslur 165 milljónir til að gera þætt um vatn Já, það er sko 400 milljónir manna sem búa í Evrópusambandinu allavega 27 ríkisstjórnir örugglega fleiri ef að það var markmiðið en þeir gátu ekki fengið neitt í Evrópusambandinu til að gera þátt um vatn þetta setja 165 milljónir til Íslands í íslenska ríkisútvarpi sem nú ansi vel fjármagnað í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar sko, þú veist ef þetta er bara brandari og það er enginn að tala um þetta en hvað sem því líður Stefánina nefndi þetta en sko, þannig að ég tók þetta upp í þingræði en láta hann líka með hluta horfa á Alþingi og hérna skemmtilegur en sko Evrópusambandi, að menn halda það að þetta sé sko þarna eitthvað himnaríki sko svona einhvern veginn bara náðu ykkur fullkomnum til, þá er það bara Tjáningarfrelsi og mannréttinda Já, þú veist, þetta er og ég hef svona, ég verð að reyna að kynna mig nákvæmlega hvað þetta er í gangi það virðist vera ýmislegt sem blokkar út á evrópsku þarna samfélagsmiðlum ef að bara eitthvað kemur upp í nafni þess að það sé verið að berjast gegn Rússum eða einhverju slíku einhvers konar misinformation og svona eitthvað svo leiðis en þarna sko það er full ástæða til að vera tortryggin hvað varandi framkvæmdina og þessu og ég hef bara ekki verið að segja allt það sem ég veit og maður kynst Evrópusambandið vegna þess að sumt að þessu er bara þannig að fólk maður er bara ótrúður þegar maður segir þetta er og ég átti ykkur á því nú einhverju fram hérna, við erum í bakslæðinu Nei, ég meina sko, ég átti ykkur á því þegar þú ert með þarna sko og í einhverja áratugi allavega áratugi þá skrifuðu endurskoðunir ekki upp á reikningana Já, bara marga áratugi Já, bara sögðu bara við vitum hvert peningarnir fara ég var, og ég hef ekki búin að faktjekka það, ég var á Sardínu daginn og þá með sínt óperuhús og frábær kona sem var að fórum með mín og Ágústu og svo hérna hér á óperuhús og það tók 25 ára að endurbyggja það sko, það var styrkjum frá Evrópusambandinu en mafían tók þetta allt saman sko, þú veist þarna og þú ert með, það er ekkert aðhald þarna og þegar maður kemur þarna og sem ég hef oft gert og eins og bara dellan hérna með þarna, sko þeir fara einu sinni á mánuði með mann og mús frá Brussel til Strasbourgar og þetta er ekki smá kostnað talandi um eitthvað grænt sko, ég meina CO2 dæmið og allir kostnaðin og allt þetta en sko og við segi frá þessi einu myndbandi það eru eru sturlaði, þið gerir það en það er bara staðrið að ég var hérna og þetta er veltækt, ég var í þarna sko einhvern tíðan hjá Evrópuþingmönnum og þá sé ég svona kassa fyrir utan dyrnar stóra kassa og ég bara, hvað er þetta? Já, þetta er við að setja gögnin okkar og þetta er smalað saman og sett í vörubíla og keyrt í Strasbourgar þarna eins og ég bara, og hvað setja í það? Nú ekki neitt, ég meina það er komin að tölvur og eitt hérna félagur setur alltaf skóna því og hún er svo fáralt að bara tóma kassa sko menn hafa húmor fyrir sig greinilega og hérna, og ég bara byrju, af hverju hætta mér ekki með þetta? Það er ekki hægt, franska verkalýðshreyfingin stoppar það þannig að þeir keyra tóma kassa og þetta er ekkert smá dæmi sko þetta er 760 manna þing og þannig að þú getur markvað með 4-5 þannig að þú tekur allt í kringu það og þú veist og hvernig var, ég meina, þetta gæti hvergi gest á þjóðþingi því það var eitthvað aðhald þetta er bara brota af þessu og þetta eru, þarna peningunum er ekki vel varið í þarna sko, svona dæmi sem að enginn er með aðhald að og það sem ég veist líka ótrúlega, ég er bara alltaf því óhugnalegt er kannski sértrú að, og þú finnur þetta hjá sem íslensku líka að þetta fólk, það þýðir ekkert að þú veist, ræða þessi mál, skilur svona bara þú veist, þegar kemur að ESB ef þú ert bara, og þú ert ekki eitthvað með harða gagnrýni, heldur bara svona spurningar þá er það bara stífnaður upp sko. Þetta er alveg eins og reiðastefnul bara
Já, og ég meina, og þú veist, og bara ertu með þeim, skilur, þá ertu bara öfgamaður, sko. Það er bara, þú segir bara, þessi lest, þannig eitthvað vit í því. Já, ert þú þarna? Bara, wow! Og það er þarna, og þið finnið það, þess vegna er náttúrulega svona í þessum jáurum, þess vegna er náttúrulega þessu svakalega heift, að það er bara verið að, eins og maður sé að tala sko Guð við eitthvað fólk sem er bara algjörlega sann kristi. Ég held ég að flestir sem eru kristir þú má tala meira trúabröðin og annað heldur þú má tala þetta fólk ESB. En þetta er samt svolítið alls ekki fá umræðu eins og til dæmis bara utanríkisráðherra. Hún ætla bara ekki að taka umræðu. En takt eftir einu, nú talað mikið að sé alið og ótta. Við þekkjum þetta, það er alltaf verið að tala sé alið og ótta. En á sama tíma eru jáarnir að segja, heyrðu, þú veist, við þurfum að hræðast þennan mann þarna sem er forseti Bandaríkjanna og mörgum er í nöpuð hann og þetta er rosalega taktíst að reyna að mála hann upp sem grílu sem að mörgum finnst hann vera og að það sé raunverulega ástæðan fyrir að ég er að fara einhver staðar inn. En ég meina eins og þú nefnir áðan, ég meina kjörtímabili hans líkur, þú veist, fljótlega. Þannig að þú veist, við þurfum kannski ekki að hafa áhyggjur af því, alveg sama hvort að þið sé nöfðið hann eða ekki. Þetta er hræðsluáróður, þetta er ekkert annað en hræðsluáróður. Hann hættir eftir 2,5 ár, en svo er líka verið að teiknu, og ég sé það núna þegar þessi hófstiltu, jáar er að tjá sig, að þarna að þeir sem vilja ekki vera í Evrópusambandinu eru með fjármagnseigendunum að háum vöxtum. Þú ert með ríkisstjórn fyrir ESB sem gerir ekkert til að lækka vexti. Hún gerir henni allt omvendt, sko. Og ég hef barist fyrir því alltaf og mun alltaf gera það við séum með stöðuleika í efnahagsmálum og við höfum auðvitað að lækka vexti en það þarf þá að fara í það verkefni og það hefur ekkert með Evrópusambandið að gera. Ekki neitt. Lóðum mun ekkert fjölga ef við verið í Evrópusambandinu þá lóðum ekkert fjölga í Reykjavík. Það er ekki þannig að Evrópusambandið satt þessu þéttingarreitir algjör della því verið að fjölga hérna lóðum. Það hefur ekkert gerst. En þeir bara miskunnalaust reyna að strá þessum fræjum að fólk fái bara gull og græna skóga við að fara í Evrópusambandið þar sem engi gull og græni skógar eru. Nei, þetta stendst ekki skoðun, sko. En heyrðu, klukkan á raun nokkra mínútur yfir. Hann áfram Noregur, áfram Holland. Við vorum búin að lofa leik. Þannig að ég bara þakka þér kærlega fyrir gott svar. Já, bara heiður að fá þig, gott að sjá þig og takk fyrir að koma. Mínu ára, takk. Takk.